Jæja, góðan og blessaðan konudaginn og til hamingju allar konudar þarna úti. Ég heiti Leo Deathcake og með mér er Rakel Raxi sem þeir sem viti ekki er arguably besta ef ekki, ég myndi segja örugglega besta stelpu Valorant-spilarinn á landinu. Við erum að detta í þá lokaleik, úrslitaleikurinn í liðsstjóramótinu. Það er Team Turret versus Team Benigno. Hvernig ertu stemt fyrir þessu leik? Sko, þá kenn ég smá sjálfur mér að hafa kynnt mér liðin betur. Já, það er... Að fylgjast með þessu móti, en spennt að vera þetta. Algjörlega, þetta er svolítið svona margir nýjir leikmenn að detta hérna inn á kortin. Það er náttúrulega farið í gegnum öllu röngin. Við erum að tala leikmenn alveg frá bara Immortal niður í mótinu alveg niður í Iron. Þannig að kannski margir sem kannski þekki hvern annan, sem er alltaf bara frábær leið til að kynnast leikmönnum. Þeir sem eru væntanlega mest að pressa upp á gæði myndum maður halda að væru kapteinarnir. Þeir þurfa náttúrulega að sína mest sem væri þá náttúrulega Turret og Benigno. Og myndi halda þá lið pick nummer 2 væri þá líka mjög mikilvægt að þeir standi sig vel. Hjá Turret þá fengu þeir landsmann sem er hann Psycho. Psycho, já. Já, sem var kapteinninn hjá Team Psycho. sem var, þeir duttu út í seinasta leik á móti Benigno. Þannig hann er náttúrulega bara frábæri leikmaður til að fá sem láner í staðin fyrir Dökker. Dökker er náttúrulega frábæri leikmaður líka. Þannig kannski þetta sé bara svona slétt skipti myndi maður halda. Og síðan ertu maður Ostaslaufu sem er úr XY, ef ég maður rétt sem líka frábær leikmaður. Þannig að mikið pressa á þessum 4 leikmönnum að gera sitt mesta. En við erum að fá skilaboð að leikurinn er tilbúinn, þannig að við erum bara ready. Ekki? Jú, það ekki? Jú. Spennandi. Já, ég er peppaður. En núna er bara spurning agent selectionið fyrir að detta í gang. Ég er... alveg að búast við því að Turret muni pikka Jett. Hann er mest að spila hann allavega í innanlandsmótunum veit ég. Hann fillar svolítið líka í rank. En ég myndi alveg búast við Jett pick frá honum. Benigno, hann fer í Jett sem er eitthvað sem kemur mér óvart. Ég vanalega sé hann á einhverjum aðeins meira support típu agentum, Omen eða Breach eða eitthvað svoleiðis En hann fer hérna í Jett. Þú ert með Ostaslaufu á Östru sem er bara frábært pick. Snapster á Sova, Xenox á Sage og Koaru á Sky. Hvernig líst þér á þetta pick? Það er skemmtilegt. Ekki? Að sjá alltaf staklega í svona. Gaman að sjá Sky og Sage saman. Já. Það er náttúrulega góður að vinna með Flussin. Þá spennt að sjá það gameplay Algjörlega. Það hýlið, en ég held að Sky þarna er ekki að fara að einbeita sér því. Nei, akkurat. Ég er nokkuð sáttur við þetta. Þetta er double heal team. Það er bara gott. Choose your agent. En núna er þeir að highlighta nokkra Jóróa aðeins til að fíblast í ykkur. Er ekki ennþá búin að velja agenda. Psycho væntanlega, ég veit ekki hvort að við sjáum bara ekki hvað er í gangi hérna með pickið. Það er spurning er að gera svona roulette? Hefur heyrt það? Já, það sem er bara random. Já. Það sem er randomæsar, þú allir bara setja sama agentinn og svo bara áður en veist það. Þeir eru að henda í bullandi rúllettu í fyrsta leik. Það er Yoru, Phoenix, þú ert með Brimstone og Neon og Sova. Ég meina þetta gæti hafa komið verr út til að segja þess að. Höfum við séð eitthvað taka Neon í... Ekki ennþá. Ég held að þetta sé örugglega fyrsti leikurinn sem ég er alltaf að sjá hann í. En þetta miðað við rúllettu þá held ég að þetta hafi bara kompað ágætlega. Þú ert samt að sjá sterkustu leikmennina að fara á supportspilara sem er rosa skrítið úr Turret á Sova. Ég hefði kannski viljað sjá hann á einhverja aðeins. Já, ok, þetta var rampma, það var ástæðan. Ok, ekkert mál. Ég skil. Vá. Þannig að þeir alltaf disconnecta og fara í aftur. Það er þetta rétt, við vorum alltaf með þetta hérna fyrir framan okkur. Þannig að við förum bara yfir bönnin og pikkin, við vitum hvernig þetta verður. Það var Team Turret sem bannaði Icebox, sem var Team Benigno sem bannuði Breeze. Turret pikkar Bind sem veldur því að Benigno fara að velja helming, þannig Bind verður fyrsta mappið og Benigno fara að velja þá Defender eða Attacker og við erum svona að gefa okkur það að það verður væntanlega Benigno að verja í, eða ekki, myndum maður ekki alltaf velja það þannig? Jú.
Síðan verður það Ascent sem map 2, þannig þeir fóru of snöggt í það. Og síðan bönnuðu Tourette Split og Benigno bannaði Haven og loka mappið verður þá Fracture ef að við komumst í það. Og þetta eru bara, þú veist, bara skemmtileg og ég er bara frábært að sjá Fracture. Ég held að það sé frekar skemmtilegt að það verður spilað því það er bara ekkert búið að vera spilað á þessu móti. Ekki neitt. Og fólk forðast þess að heita eld. Já. Ég forðast þetta eins mikið ég get, sko. Ef ég er að bara sólokjúa eða eitthvað með einhverjum bara online. Er það bara instant líf? Instant líf, sko, samt ekki, ég líka ekki að mér, en... Nei, akkurat. En, ok, það eru komnir in-game aftur og þeir eru þá tilbúinir að velja og kannski sjá ykkur eðlilegri picks núna. Ég ætlaði samt að segja að þeir voru að taka rúllettu bara í actual leik. Það væri geggjað. Ég hefði fílað og ég væri til í að sjá að taka rúllettuna núna. Það væri baller move. Ok, þá er það Benigno aftur á jetin, Ostahlaufa komin á östruna og það er komið Sova, Sage og KO. KO er interesting pick og gæti verið mjög vont ef að Tourette, hann er að highlighta Chamber og við vitum náttúrulega að KO er hard counter agent á Chamber. Það er mjög vont. Annars lítur pickið bara nokkuð vel út líka fyrir Team Tourette. Þú ert með Östru sem er arguably besti smókurinn í leiknum. Þú ert með Chamber, Sova, Raze og ég hugsa að Sage væri betra pickið hérna hjá Revilo en spurning hvort hann ætla að taka hann. Nei, já, þetta er mikið meiri. Já, þetta eru bara góð pickja báðum. Svona í snöggu bragði þá myndi ég halda að Benigno pickin séu örugglega örlítið betri. Eða þú heldur inni? Ok. Við þarna erum þá þetta hérna í fyrsta helming. Við erum með Team Benigno að verja og Tourette on attack. Ég held að þetta sé bara fínt. Tourette eðlilega tekur yfirleitt Jet en með Psycho áreis það er kannski lítið tilgangur í því að því hann er bara held í með double satchels á hreinu. Þannig að þeir eru með hraðan sem þeir þurfa í attackinu. Þannig að ég myndi halda bara að Chamber sé bara frábært pickina. Og ef maður horfir svona snöggt bráð þá sé maður líka að Team Benigno er að spila Bind á þess að vera með Sentinel sem getur verið mjög svona þá þarftu yfirleitt að skilja eftir eitthvað öðru megin á mappinu til að verja þessi flöng sko. Hvernig uppsengið nú að þeir ætla að spila 3 á A-inu, 2 á B hjá Benigno og sýnist þeir vera svona hópa sem nokkurn veginn saman Tourette nær B fyrir hookah control. Já. Já, þeir leiðast hérna að hennu beint í hookah. Já. Sko, áhugavert með Tourette núna, hann fer í oftar en ekki í fyrsta round að eiga Chamber agentin eða til að taka armor og 4 skot í headhunterinn en hann optar að fara í traps í staðinn, koma við fyrir flankið. En svona each to their own, sumir, það er kannski algengar að taka armorinn en það er alltaf gangur á því. Bara hérna í hookah núna, eru komnir með 3 í hookah, 2 á longinu og eru bara svona hægt contact play á B-nu. Þú ert með 1 í, hvernig var þetta ekki bara á horninu eða í einhverju íslensk callouts hérna, það er ekki alveg með þau á hreinu. En þetta er bara svolítið hægt play núna, þeir eru bara svona að fikra sig áfram, væntanlega búast bara við einhverju slöggu execute. Þegar kemur að því, ennþá bara lítil hreyfing í hookah. Kaja og Sage og A eru ennþá ekki búin að hreyfa sig. Nei, ég held að þeir eru ekki bara komnir með infói hversu nálægt þeir eru í rauninu komnir í hookah. Þarna hoppaði út allir, reyna að fara í fröggin, það voru beint trade hérna. Benigno kom inn í, já, hann er bara tradeaður leið af Roppa. 30 seconds left. Kom inn í, já, 4v3 og þeir eru 3 fastir fyrir utan sætið. En þetta getur verið svolítið erfitt komið sér hérna út. Já, vel gert þetta og fleikir bara út, nær 2. Nær hann 3. Nei, fellur hérna, Tourette með 3K. Kemur í bakinn á hann.
Þetta var svolítið sneaky, það sem að brendi svolítið Team Benigno þarna er að þeir eru ekkert að píka fyrir infóið. Þeir eru bara að fela sig í hotnunum og Turret næri einhvern veginn bara svolítið að vinna sig upp af alveg á báðum choke-unum án þess að þeir eru með neitt info af því þú hefðir alveg getur verið búin að róta þetta fyrir af aðeinu ef þú bara kíkir, eða þú veist, færa þetta info sem er bara svo mikilvægt. Núna eru þeir bara að fara í sama hópa sig aftur hérna í átt að hvað er, bara spila default hérna sýnist mér, eru með einn á A-inu að halda, hann dartar líklegast til að feika sem færa þessi nær B-inu á kill. Psycho hleypur hérna, nær fyrsta killinu í húka. Mér finnst þetta mjög flott fyrir að spila með bottana sínum fyrir að bíða eftir einhver info og spila ekki með því. Algjörlega, sammála því, hann fær hérna reiðir bottan og þá hleypur Psycho bara út og treytar leið. Nú kemur drónir hérna út á... Eyrir í þeim. Já, og Snapster er bara vonlausir í stöðu núna því að með þeir takkaðir, hann... Já, 4 mann sjá hann. Já, þetta er svolítið erfið staða núna fyrir Team Benigno. Lítið eftir að gera hérna hvað var bara inn í smóknum býður eftir að einhver labbi hérna í gegn, vona það og mikil yfirvegun hjá Turret. Það er rétt fyrir sig. Já, nær einu. Það er oft átt þarna. Núna Skydog hleypur hérna nær að stönna Koaru og þau bara hlaupa í fraggina og treyta hann og fer bara strax tilbaka, sýnir mikla yfirvegun að fara ekkert að ofteygja sig, vilja halda þessum byssum. Og Benigno væntanlega bara bíður eftir ykkur einföldu piki hérna, bara slagur. Sjá, þeir ætla bara að ofta halda einn hvort vopnum að getur. Þetta var þessi Edwin nær síðan seinasta og vonandi lifir af eða hvað, nei, vissu vopnið á móti. Þetta var gott ránd hjá... Já, bara frábært. Ná entry á honum eiginlega frítt, ná sætinu og missa síðan 2 byssur bara ef ég aðeins að ofteygja sig. Já, en þetta er bara frábært ránd fyrir Team Turret og spurning núna hvað þeir ætla að gera í bónusrándinu. Þannig að vera væntanlega 3 Spectres og síðan hvað, bara Sheriffs eða eitthvað svoleiðis á Edwin og Psycho. Ég býst við einhverju mjög hröðu núna. Þeir væntanlega vilja reyna að komast nálægt með Spectrena og bara hlaupa í shortið eða eitthvað þannig. Kemur setart frá Edwin, bounsar. Já, og bara nær að skanna. Hér er engin nálægt, þeir byrja að líkra sig aðeins nær. Frábært sjokk. Býst við þessu. Já. Það er ekki leiðilegt að vera með eitt svona alvöru sófa nörda í liðinu sem kann line-upin. Þarna kom double satchulið þannig að hann hoppaði bara beint en ég rafsaði fyrir það. Já, já. Tímasendingin er alveg nógu góð, Psycho kemst einn út en hinn er ennþá fastir frá það smóti. Ná ekkert almennilega að koordinita hérna saman. Já, þetta er bara, hér þetta. Já, bara clean sweep. Þetta, við löppuðu bara inn einn í einu frekar en að fara saman og... Þetta tímasendingin hefði mátt vera betur. Psycho búin að double satchel þá hefðu strákarnir á shortina hefðu bara þetta keira svolítið með þeim til að reyna að ná einhverju. Það eiginlega versta sem gæti skemmt er akkurat að fara 1 og allir með Spectre sem þeir vandal. Þannig að þeim hefur bara refsað fyrir þetta og þetta var bara frábært ránd fyrir Team Benigno. Við bara sleppa á þess að missa vopn. Við erum með núna ulti á einum á Koaru sem er náttúrulega bara frábært fyrir retake ef það kemur að því, þannig að spurning hvort þetta mun nýtast í þessu rándi. Við ætlaðum samt sjáum að það var full Vandal Phantom Buy og það var, ég man ekki hvað það var eitthvað sem var á pistlu og það var vonandi bara að treyta á þeirri byssu. Og vona að ná pick-up gunninu ef það er hægt. Aðeins verið að hérna tísa hann með að henda ykkur satchels hérna upp á en Benigno bara einn hérna backside nær treytinu. Vá, frábært skot. Og ætlar hann í næsta. Fer í næsta og nær honum líka. Góð byrjun fyrir Team Benigno hérna. Það er spurning, rosa lítið sem er hægt að gera núna nema að reyna að fá eitthvað picks fyrir Team Turret. Þeir eru allir búin að fikra sig saman hérna í hotnið á longinu og eru bara að vona að
Edvin, datamanagerinn sjálfur, næri innu pikkið hérna. Þessu stæðinu núna, þá eru þeir bara mjög rólegir. Þeir eru að halda byssunu bara inn í hotnunu, þeir eru að bíða eftir einhverjum mistökum. Það virðast ekki vera að gerast. Það TP að 2 núna í 8A-inu. Þeir eru alltaf að hlaupa þarna og reyna að, hvort þeir séu bara að fara að committa á þetta í gegnum showers. Túrett ennþá eftir, ætlar að reyna að refsa eitthvað þarna á B-nu. Nær því ekki, fellur leið og þetta er annað clean sweep í röð. Núna er Team Túrett sent bara í lightbuy. Þeir bara eiga ekki pening. Spurning hvað gameplani verður núna hjá þeim. Peningurinn er mjög góður hjá Benino. Já, þetta Ég gleði mig að sjá þau taka aðeins tilbaka. Já, líka bara það er hrikalegt að missa ekki vopn 2 ránd í röð. Fyrir Túrett að ná ekki einu gunni í 2 rándum. Þetta er ákveður svona sálfræðilegt högg. Okkur kemur inn og sniðugt að láta ekki sjá í sig. Chamber er búinn að hendi últið. Komin þarna upp á og hann á að gera eitthvað nær frakkið. Frábært. Sýnst þér alltaf bara að fara í að reyna að hlaupa og ná í þetta gunn á showers. Það verður líka bara besta til að gera í stöðinu núna. Ná öðrum í gegnum smókin. Frábært skot hjá Revilo. Túrett fyrir í annað pikk hérna. Akkurat fullkomið tímasetning fyrir smókin en mér sýnist Benino ætla að gera eitthvað play hérna. Út úr því heyrir steppið en heyrir í einu. Veit kannski ekkert endilega af hinum í bekknum og gæti mjög að vera refsað fyrir það að hann steppaði þarna við droppið. Nær samt treytunum. Bomban er komin niður og svo bara verið að halda svo. Já, spila bara almennilegt postplant hérna. 2 í showers og 2 inn á lands og lítur ekkert vel út fyrir Benino. Bara snappst þér eftir hérna og Vissir þetta? Já. Nær 2. Hoppa með lífin uppi. Þetta er confidence play. Hver í 3. fraggið þarna, nær honum ekki. Hleypur og tekur Marshallinn. Þetta hafi verið réttar. Já, þetta var áhugavert. Ég veit ekki alveg. Eðlilega myndi maður reyna að halda vandalunum og hlaupa í burtu með við tíman en Snapster ákvað að seppugóða sig í þessari umferð. Ná heiðurinnum tilbaka. Frábært ránd frá Team Túrett. Þeir eru Ego, bara með últið hjá Chamber, vinna rándið 3-2 fyrir Team Túrett. Þetta er bara gott að þetta gæti verið. Já. Þannig að þetta kom alltaf inn í eitthvað upp hérna, en það er bara aftur. Nei. Þetta er Butterfingers í stúdíu. Benino komin í aggressive pick hérna með oppanum, nær að leggja hann sýnist mér, eða hvað? Jú, í gegnum vegginn, hittir hann. Benino, frakkinu, frábært skot samt. Ég held samt að þetta röfs í alla árum var kannski smá óvart. Þetta er, speaking of Butterfingers, þá var þetta nákvæmlega líklega það sem gerðist. Hann hefur rekist í takkan og áfram. En málið er að Chamber er þarna bara 1 HP. Nei, hættu. Eitt ekki einu skot á hann. Það var lítið til. Nú eru búin að figura sér nær A-inu, sýnist þeir alltaf henda í þá A-execute. Quaro spottar 1. Dart komið hérna út, sjá enga nálægt og Þeir virðast vera að færa sig aftur. Já, smá óákveðni kannski finnst mér frá Team Túrett. Þeir eru svolítið svona spila hægt en ekkert almennilega að ná kannski að committa á sætin sko. Það er ekkert eitthvað rush til dæmis. Þeir eru bara svolítið að lappa og reyna að fá okkur pick. Já, þannig ekki með rushið inn frá senum. Akkurat. Ná einum, þetta mennum við Edvin fellur þarna og Quaro hendir hýpum út, séu hvað sem margir eru þarna. Þannig að það plantið Þeir ætla bara að stikka í plantið. Missa það og 2 farðir. Já. Frábært lík hjá Quaro, næra að refsa þetta og enn og aftur lifa 5 af fyrir Team Benino, væntanlega með restinu samt en þetta er frábært fyrir bankan. Og núna erum við þá allavega með Psycho, hann er með ultið
og það sem ég væri til í að sjá núna væri aðeins hraðara play. Nýta þetta ulti, double satchela inn, ná ykkur bara entry með þessu ulti, bara taka sætið. Sína smá svona, bara hreðja, bara algjörlega bara keyra þetta niður. Það var tekið Ego vinnrand áður, sko. Já, akkurat. Það er nefnilega spurning hvort þið ná því aftur. Kannski eru þeir bara bestu Ego-spilarar landsins. Psycho nær að beita út hann að skotið með að hoppa og henda í hundin, hann revíló. Þeir últa og Satchel kemur með því. Þeir ná 2. Þvílíkt combination. Það er bara double últað húka, vita af þeim að ákvað bara að fara all in í bara light bærandi, ná öðrum. Þetta var bara alvöru. Já. Ég er bara mjög ánægður með þetta play. Og núna sitja ég einhvern veginn eftir og ég ráð fyrir að þeir ætla bara að reyna að ná sem flestum guns hérna ef þeir ná því. Nær einum, smá vitt kannski hjá Edvin, en Stenóks nær refsa alla pínu, tekur eitt vopn að þeim og sínir þeir ætla bara að halda vopnunum núna. Spila niður tíman. Þetta er, þú veist, við erum að tala að Bind er frekar defensive heavy map. Þannig að vera strax komið með 4 round fyrir Team Turret. Já. Það er risastórt. Það er mjög vel gert. Þetta var aftur Ego round hjá þeim. Já. Eitthvað verið að segja. Akkurat. Og þú veist. Spila vel með últinu og... Já, þú veist, venjulega myndi maður kannski gagnrýna það að tapa svona stórt í Ego roundi, en þetta var bara það vel spilað hjá Turret að það var mjög lítið sem að Benigno liðið gætt gert þarna. Í raun, já. Já, þú fá 2 últinn bara beint í andlitir, fastir svolítið í húka og eru slóaðir af hundinum hjá Revíló í þokkabót. Þannig að þetta var bara gullfallegt. Ánægði með þetta. Og akkurat sniðugt að halda áfram bara að setja vegginn í Showers því það virkilega hefur áhrif og stoppar fólk frá því að pússa í gegnum Showers. Algjörlega. Það er ekki að vera að brjóta í gegnum vegginn því þá er allt infóð komið. Það er eitthvað smá erfitt stundum að koma sér út úr þeim stað. Að rössa þaðan inn á sæt. Það er nefnilega akkurat þetta purpose við hennan vegg gerir svo mikið upp á bara að þú þarft ekki að horfa á eitt heilt shotpoint. Þú sett annan leikmann bara eitthvað annað og það nýtist bara miklu betur í vörninni. Núna aftur byrjar að fikra sig áfram. Það er slow play is key fyrir Team Turret. Þeir eru svolítið bara svona að miða og vona að einhver kíki í línuna hjá sér. Þannig að koma þær allir 5. Hnífurinn að koma út. Hættilega kastanum. Spurning hvort þetta hefur verið rétti tíminn. Fellur þarna af honum. Revíló. Byrjar hann að keyra út í gegnum choki. Ná 2. Bara Sage eftir á sætinu, fellir líka og þú ert komin í 4v2 retake fyrir Jett og Sova. Með op. Þannig að spurning núna, Psycho fyrir hann í aggressive peak í vinstra hotni. Þetta getur verið brendur að þessu. Nei, nær treytinu. Vel gert hjá Psycho. Það er rafsað. Já. Spurning hvort hann akkurat að taki bara opin og byrja að hlaupa í burtu. Reyna að halda þessu. Dýrbissa. Og stefnir í þá 5-3 fyrir Team Turret. Hvernig er tilfinningin so far? Hvernig finnst þér þetta lítið út? Sko, ég er alltaf föst á því mindseti að ef þú ert að standa þig vel og að taka sér byrjun þá ert að fara að standa þig nokkuð vel en það hefur svo mörgum verið rafsað fyrir það undanferðið og að því fyrir mér var það alltaf bara að þú ert að standa þig vel sem attacker þá ertu bara með þetta. Já, það bara... Því def er allt annað en að attacka. Akkurat. En mér finnst samt svo mikið búið að vera að breytast í því og mér finnst eins og attacker sæti er orðið eitthvað svona fólk er bara virkilega að standa sér betur þar sem þetta farið. Já, þetta er nefnilega sko, þetta hefur oft svona verið tilfinning bara af góðan attacker hef og þar að leiðandi erum við líklegast að fara að vinna leikinn af því það á að vera auðveldara að defenda. Þetta mindset sko. Já, en það sem er svo erfitt núna er að þú ert í móti það sem þetta er ekki lið. Þetta er mix match, þú ert með liðsmenn á öllum röngum og ég myndi halda að þú þarft að vinna svolítið stórt í attacker. Já. Þannig að 5-3 það er gott en þú veist, þú ert að komast, ég myndi halda að Turret þarf að koma sér eins nálátt 7 og hægt til að eiga, þú veist, á alveg mjög góðan séns á að vinna þennan leik. Hann fekk infóið en miðað samt ekki að því sem hann skannaði? Já. Hann fór í hægra hotnið þarna. Hann bjóst við þeir myndi þá kannski bara byrja að pússa upp longið.
eftir þetta skann, sko. Hvort þetta hafi verið svona double fake, hann svona, þeir halda í sig að bara henda á sig en miðar það sem er haldar verði. Já, þetta reyndar hefði verið sniðugt ef það hefði verið málið. Já, þeir hlupa akkurat bara í hina áttina. Já, þeir gerðu það, bökku frekar en að íta áfram. Já, þetta er svolítið óheppi gamble kannski að lenda þá að miða vitlausu megin. Núna eru þeir komnir hérna 4 aftur í átt að B, skannar hérna einn í húka, eru með info og þá sérðu Benigno strax hlaupa og rotata, þeir eru með þetta information. Og það eftir að fá eitthvað kemur hérna með offinn fyrir byggjumentaran. Næri Vilo. Psycho þeirra Satchilar beint inn í elbow og lendir hann í dúlu við snapp þeirra fellur. Og núna eru svolítið hendurnar hjá Tourette bundnar, 24 sekúndur eftir og þeir verða að ákveða hvað er að gera. Þeir hafa ekki tíma til að TP-a en ætla samt að Nei, það er bara ekki búið að rotata ennþá. Þannig að þetta er eiginlega bara vonlega strand. Mér sýnst að Robby Banks þurfa bara að halda byssunni hérna og það er það sem þið ætla að gera. Það er gaman að hann ætlar að reyna að vonast til að einhverju pússi þarna upp fyrir einhvern að bakka alveg aftast í spawn. Já. Að berga byssunni, þá er hann svona að gá hvort hann gæti heyrt í einhverjum og náði einhverju pikki og reyndi að gera þetta erfara fyrir hina. Akkurat. Ruggla smá í bankanum. Já, það gleymist nefnilega hversu mikilvægt þetta er að bara drepa eitt svona aukalega. Þetta telur. Já. Það er bara, því ofta sem við gerir þetta getur alveg farið illa með hitliði. Skemmtilegar upplýsingar hennan Revilo. Þetta er víst strákur sem að, ef ég man rétt, er í æfa hjá Fylki í Valorant og hann Danni okkar var búinn að vera mikið að þjálfa hann. Talar að þetta sé sturla talent. Búinn að bæta sig mjög mikið og er víst alveg bara frábær leikmaður. Þannig ég mun hafa svona auga á honum og sjá hvað hann hefur upp á að bjóða. Ég kann alltaf að meta gott Skype. Já. Mér hefur svo oft verið refsað bara eitthvað svona ótrúlega klárum Sky-spilum. Mér finnst það vera að standa sig vel að koma með flush og nota akkurat dýrið eða hundinn að örgla fólk og láta einhverja sér öðru. Akkurat, og hérna kemur hundinn út, það lendir í. Akkurat, og nú var hann með infoið, reynir að skjóta í áttina að því en hann er náttúrulega búinn að færa sig. Já. Þeir eru samt með infoið að Jett er að var nálega. Það skulle að tjekkja hérna við Benigno nær honum og eru komin með lampkontról að hluta til. Þeir og solidifæði það, tekur það bara. 2 á móti 3 núna. Þeir eru allir á A-sætinu og spurning núna hvort að Datamanagers admin fatti bara að reyna að TP og koma sér í hana út. Þetta er alltaf erfið staða, það er að þeir gera og núna myndi ég halda að þeir eru bara komin við yfir höndina, ná sætinu frítt líklegast, rotationi byrjaði að fara gegnum city spawn. Ressa 1, núna er þetta 4v2, gerir þetta aðeins erfiðara fyrir Team Tourette. Spike planted. Ég tók eftir því hjá Östrun að hún var mjög fljót í að henda í það sem ég sýndist að var þetta Vacuumið það? Já, vacuumið. Hún reyndi að henda í það sem bjóstu við að gæti verið að planta. Já. En þá getur hún hægt á plantinu leið hún hitta það. Já, akkurat. Þetta var bara mjög virkilega í honum. Núna allir upp. Þetta hefði getið verið frábært. Og mér finnst líka frábært hjá Datamanagers admin. Hann fer í agropíkið á CT, nær fyrsta gæjanum og nær að finna þetta aðeins, en segja bara óheppilegt að liðsfélagina hafi dáið inn á sætinu. Þetta var bara mjög vel spilað frá Edvin. Ég hefði bara hefði alveg getað gefið þeim þetta ránd, hefði þetta verið aðeins spilað betur af honum sem var á sætinu með honum. Staða núna 5-5 og ég myndi halda að þetta sé bara helviti jaft svona til að líta á næsta helming. Gæti bara í báðar áttir, myndi maður halda. Og finnst bara bæði liðin þannig sé að bara spila nokkuð vel. Þetta gæti ekki verið meiri neilbætir leikur. Mér finnst vera að vinna saman og allir að gefa eitthvað af sér. Algjörlega, 100%. Þú ert ekki að sjá eitthvað svona hard carry og eitthvað er alveg ómikkilega, nei ekki ómikkilega, bara verkilega betri og sín meira af sér. Nei, akkurat. Allir vera að vinna saman og tala saman að vanta samt stundum kannski. Núna þeir fallir hérna, Kafterarnir er að ná einum á mann. Þú ert með einn og Benigno náði hinnum. Vá. Og hann er að dodgast þetta með eftirhaftinu. Rétt fer og þrýfur skóna hans.
Kemur infoið á hvað Sage Lassar út og veit að vappanum backside. Þú ert komið núna í flanki, hvað tveir í flanki núna, ná að fara fram hjá náttúrulega þeir smókuðu chamber-trappið, já. Þannig að þetta eiginlega bara nagli í kistuna, þeir búast ekki við tveimur fyrir aftan hérna. Þannig að þeir eru bara komnir hérna upp, bomban först í showers eins og Turret ætlar að fara í eitthvað play, nær einum. En hann að fara að lappa tilbaka og fá leiðilegt surprise þarna þegar hann kíkir loksins á shortið. Hann brýtir þetta, gefur information að þeir eru fyrir aftan. Spurning hvort að það var óþarfi. Þeir hefur bara getað biðið með trappið og þeir hefur aldrei vitað hann. Hann fellur einn hann út af því. Og Turret ætlar í hinn. Já. Ó nei. Ég er ekki viss að þeir hafi tíma. Hann þarf að vera snöggur. Það var að hlaupa. Ekki meiri stjórnunum, bara hlauptu. Þetta næst. Nei, hann klúrar hoppinu. Ok, ok, Ég hef aldrei fengið kvíðakast á æfinu. Hann nær plantinu hérna og Turret TP-ar út, vel gert hjá honum. Hann þá með plantið nokkurn veginn fyrir sig. Benigno að leita af pikkinu. Hann brýtur TP-ið. Þetta held ég vel spilað með honum sem meðan á sætuna því hann veit ekki af honum í þessu hotni. Nei, ég veit. Hann smókar aftur, hann ætlar að loka þessu, þeir verða að kíkja. Þið verðið. Nei! Benigno með klötsið, þetta gerðist bara. Tveir á sætinu, hann smókar bara og tekur það. En hinn hinum einn við hann. Akkurat. Þetta átti aldrei að geta gert. Einn þeirra þurft að fórna sér í þessari stöðu og það væntanlega sá sem á sætinu að það sitja þetta í hotninu, hann hefði bara þurft að píka þetta. Hlaup í þetta og svo þarf bara að treyta af honum. Algjörlega, fyrir utan það þú heyrir líka þegar það er doppul. Það er búið að gera helminginn, það heyrist herra, hann á að vita að það er búið að smókar aftur. Já. Dvílíkt klúður. Og frábælega að spila hjá Benigno og hafa náð þessu, bara vel spila. 6-5 núna fyrir Team Benigno, komnum með yfirhöndina, loksins í leiknum. Við erum í seinasta randunni áður en það er skipt. Já. Benigno aftur með pikkið á Psycho, fyrir aggressive pikkin, nær Psycho aftur, förandi röð. Sem kemur skæultíðan í baki á þeim og dartið, þeir vita tveimur inn í á sjáist núna. Og mikið að skotum hann fari í og bara... Og þeir hérna fyrir ofan, sjáðu. Þeir eru alltaf bara að ná Benigno. Þeir eru ekki sáttir við þannig hann er búinn að vera aggro, píka og ná þessum fröggum. Benigno næstuði með annan. Nei! Vá! Frábært skot. Edvin að koma á óvart. Já. Hann er að spila vel. Ég þekki ekki til hans en mér finnst hann vera að spila. Hann er ef ég man rétt þriðja pikkið hjá annað eða þriðja pikkið hjá Team Turret og hann er að spila bara eins og hann sé fyrsta pikkið. Akkurat. Já. Nei, minnst við gerum alltaf vænt að þegar það er ótrúlega gott sófa. Algjörlega. Leik í gangi. Af því þú veist, hann er ekki eins og að spila þetta. Hann er að ná fröggunum, hann er að ná entryunum, hann er að ná góðum pósum, hann er með 3 núna í þessu rándi og það er 3-1 hérna og síðan situr náttúrulega KO-in eitthvað og fylgist með sem áhorfandi í hotninu að biðja að láta bjarga sér en tíminn rennur út núna. Snapster endar að lappa þá bara beint í línuna þarna, veit náttúrulega ekki af Turret með þessa línu og fellur. 6-6 í fyrri. Switching sides. Já, ég myndi að halda að þetta pistol roundin dettur inn núna er bara að fara held í mögulega að gera muninn, sko. Já, það geti gert. Þú ert núna með Benigno á toppnum. Axi Ostaslaufa þarna með 4-8. Defender half Astra var hefði haldið sem fyrsta pikkið að hann hefði þurft að gera meira en spurning þá hvort hann gerir þá núna meira í attacker halfinu. Ég samt fyrirgeðum stundum sko því hann er að spila östru. Algjörlega. Þetta þú ert að hoppa inn og út úr Astra mót og ert að smóka og ert svo mikið að supporta og halda þér á lífi. Já, frekar en að hlaupa í fætið og þá ert að halda þér á lífi til að geta smóka fyrir félagina. Ég myndi halda að núna til að gera muninn þá þarf hann mögulega svona að slá aðeins af supportinginu og reyna að vera aggressívar á pikkunum. Það er náttúrulega betri aimer en líklega flestir á servernum, sko. Þannig að núna held ég mun að reyna að fara í ykkur entry stótt hann sé að spila östruna. Falla 2, það er 3v3 núna. Þú ert með 2 í bak, 1 í TP-inu, 1 kemur longið, frábært flank á longinu. Psycho komin í bak. Hann veit ekki af... 2 á shotdertinni. Vættir.
þú veist, hann er bara, hann er að spila frábærlega. Taktu þetta með þér á koddan, segir hann hérna í chatinu. Þetta er hent bara í bullandi BM og ég kann að meta það. Þannig að þetta vera. Sorry, ég er hættur í chat. Þú átt að skilja þegar þú stendur þér svona mjög vel. Þú átt að skilja einu sinni. Það er ykkur allir svo fólk hérna. Algjörlega. Þetta var, hann hendir í eitthvað sett shotdarts, drepur 2 í pistolrándinu og gjörsamlega loka rándinu. Já. Þetta var, bara big props fyrir Edvin þarna. Mér fannst þetta ekkert, ég sá þetta aldrei hjá þarna, hverjum er ég að segja, ég er að segja eitthvað að þeir sem voru, var það ekki, í svo röglu sko, Tourette var að deffa á hann, eða ekki? Í rándinu, klötsrándinu? Nei, ég bara að segja, núna er Tourette er að deffa, já. Heyrðu, ok, já, ég sá aldrei hjá Benino-liðinu þegar þeir voru að deffa að Sett sjokkinn? Nei, mér fannst svo aldrei koma svona hratt lörk. Já, í bækið. Já, það vantaði þetta hraða flank sem leið og heyra eitthvað info og stundum bara keyra í það í bakið þeim og reyna að ná okkur pikki en þeir búist ekki alltaf við því að þeir eru svona hægt og rólega að koma sér inn á sæð, búin að gefa eitthvað að fólk veita infónu, þeir eru kannski að fara þangað. Akkurat. Að eitthvað bara hleypur í bakið, þeir búist ekki við því. Þeir eru núna nefnilega það sem er skemmtilegt fyrir tím Tourette er að þeir eru með frjálsar hendur á flankið. Já. Að því að við erum að tala um að tím Benino optaði á að vera ekki með Sentinel. Nei. Þannig að Psycho, þú sást, hann var bara komin. Hann var komin long frá A-side. Akkurat. Þetta ránd var eiginlega lokað óháð sjokkunum sem Eddu náði eftir, þú veist, þetta flank var bara allt of hratt, sko. Sinnox nær einum hann að fellur leið og við erum að tala um 3 núna að detta á æð. Spurning hvað er alltaf að gera? Sýnum þurfa að rótæti átt að bjenu núna. Hlaupa henni út, tím Benino lendir í ykkur 3-way crossfire. Og já, þetta halda að þetta verði nokkuð vonlegt núna staðan og bara gott ránd fyrir tím Tourette, halda 4 byssum og þurrka rándið nokkuð samfærið upp. Já, skilja. Áhugaverð staðsetning á, sko, og nú er ég bara að dæma hana því ég er Chambermain, að PP-ið, já, ok, þetta var það sem ég ætlaði að segja. Ég var að pæla hvort að hann er að gera þetta sem sagt til að hraða fyrir á milli. Af því þetta ótt að setja þetta langan tíma, þannig að hann gerir þetta bara tímabundið af því hann er núna með fast flank, sko. Hann getur típið beint inn á B-ður, pussa B og þetta er bara mjög solid position fyrir Chamber. Algjörlega. Það er, já. Þarna við sjáum náttúrulega strax miklu meira shower play af því það er engin veggur að blokka því hvert einasta skipti. Nei. Þannig að þú sérð miklu meira að fólk er að fara í þetta því þau þurfi ekki að fara að brjóta niður vegginn. Akkurat. Þú sérð hvað þetta hægir á. Fólk nennir ekki að fara í showers og brjóta niður. Þess vegna, þú veist, ég myndi halda að bæði liðin eru með svona, þau eru að fórna ákveðnum playum. Eitt fórna veggnum og hinn er fórna þá tröppunum, sko. Hvor er meira valuable í þessu leik. Tourette nær þá fyrsta, hann reynir bara að hlaupa í plantið á þess að klíra hotnið og Koaru eiginlega bara einu sem er komin hann út með honum og bastir hérna í hotninu. Psycho fyrir í agropick líka. Staðan 4-2. Koaru eiginlega bara í súpuna í hotninu með bara 20 í lífi eða eitthvað. Og það er bara 3 á móti Koaru. Herru, þetta er, já, þeir vinna bónus. Spectres vs Vandals og Phantom og það bara vinna nokkuð samfærdi. Halda 3 byssum og versta í stöðun er að þeir taka sig hann vopnin þeirra. Halda þeirra byssum og bara spara sér rosalega pening. Og við sjáum þá tím Benino komnir á bara Eco. Já, eitt Eco. Þannig að stefnir þá allavega í að þeir þarf að gera eitthvað mikið hérna. Við erum að sjá 2 Marshalls á Sova og Jet. Við reyna bara að fara í ykkur pikk og ætla að reyna að vinna þetta rándi ykkur neginn. Það er svolítið vont þegar þú komin í 10, sko, því það er alveg bara mental blocker. Það er maður svona, er ég að fara að tapa? Þú veist, 6-10 er ekki þægilegt skor til að hafa yfir þér, sko. Þeir hérna hittir ekki. Veit ekki að hann er búinn að krossa. Nei.
Og hann er hann. Það sem ég að segja. Hann bara mættur hinum meginn, býst ekki við honum. Oh. Hann er að spila bara Já. á allt öðru leveli en margir hann inn á. Já, hann er 3 sem horfa á hann og úps, strax rössa fyrir það. Þú veist, ég man ekki eins og hvað rank hann var settur í, hvort hann verið platinum eða eitthvað þannig, hann Edwin. Já. Ég myndi að hann setja ofar en það, hann er að spila mjög gáðar. Já. Gott mindset, sko. Já. Líka. Þarna Seit krossar Federer- og tekur hann bara með klassik og ætlar að fara í... Já, ég myndi að Ressi væri sterkur leikur hérna fyrst kannski, en sleppir því, vildi kannski nýta smókana áður en Þannig er þið farnir og þá er hann að rössa strax. já, ég held að þetta hafi verið pælingin til Astra. Geggjað. 30 seconds A left. moment. það var Bjargar krossaði að niður, fara hann, já. en Robby bara mættur, það er ekki í dag. Staðan 6-10 núna fyrir Team Tourette og þetta var svona ákveðin, skrítin ákvörðun að taka að Ressa bara ekki. Af því þú ert ekki Já. það lengi að því, líkið er hlýðin að þér. Var þetta samt? Jú, þetta var hann, já. Hann var hann, Ok. þú veist, það hefði tekið hann jafnlangan tíma að ressa og að hætta við að ressa til að hlaupa. Þú hefur alveg skipt að ríkt að taka hann hlaupa og ressa og þá ert með annan gaur til að verja þig og meðan þú ert að... Þannig að Það er sko, já. ég hugsa að þetta hafi verið eitthvað call. Hann hafi ætlað að ressa og ykkur hafi sagt nei, plantaði bara og, og það hafi... Smókanir og... Já, út af hann vildi vantanlega nýta smókana sem voru uppi en spurning hvort að hitt hafi verið meira valuable, sko. Er hann núna bara að skjóta með engu infói? Sýnist það, Já. hann er Hann að... samt hittir í ostasleifu í östruna þó að hann var ekki með neitt info á henni, hann bara skýtur upp í loftið og kannski býst pínu við þig. Já, hann svona vonast til að eitthvað sé á shortinu eftir ekki á longinu. Ég held svona spurning, já. Ég persónulega er ekki hrifinn af þessu. Nei, af því þú vilt ekki eyða últinniðinu í bara eitthvað, mín pæling er sko var komið info að þeir voru fyrir utan A. Nei, ég held að ekki. Það Og það sem er skrítast við þetta er núna að hann til að geta planta frí. Hefði ekki geta planta frí hefði hann enda bara últið. Akkurat, hann hefði getað kantar á það. Já, þannig að þú veist, ég er aldrei hrifinn af þessum dræúltíum, sko. Mjög sjaldan, því þú ert í rauninni að gambla, sko. Spike Þetta planted. þarna Chatseli hefði getað trublað plantið sem hefði verið skemmtilegt en Já, það er kannski óþarfi. fátt meira pirrandi heldur en að fá þessi Satchel svona hausina þegar þú ert að reyna að planta, sko. Að gefa damin. En þarna hefði hann getað nýtt að ég hoppa yfir en maður kannski vill ekki vera það aggressífur að þú veist ekkert eða ekki neitt info og hoppa bara yfir ekki. Já. Það er aldrei sniðugt. Akkurat, One enemy remaining. En ef það hefði endað niður í 1v1 þá það getur gert. akkurat. Vekkur upp niður og þeir kantar þetta allt sko. Staðan núna 7-10, Benigno nær núna fyrsta rándin í helmingnum. Ennþá bara stór banki hjá Team Tourette, en áaðalega fullu kaupið aftur núna. Þetta myndi ég halda að væri bara mjög krúsjál ránd. Þetta ránd er að fara að senda næsta lið á bara Ígor-ránd. Þannig að núna getur Benigno, ef þeir vinna þetta ránd, þá geta þeir nálgast allavega 10-9 skorið sem að gerir þetta þá miklu bærilegra fyrir þá sem attackers. En þetta ránd er bara allt og þá er spurning hver ætlar að taka það á sig að ná þessu fyrsta killi. Hann kastaði sjokkdartir. Engu info. Já, hann er svolítið að gambla með utilityið. Já. Því núna þú pussaði kannski inn á A, hann getur ekki notað sjokkdart til að stoppa plantið aftur. Nei. Þetta er svona, þú vilt yfirleitt vera með informationi fyrst áður en á uttalar svona, en Psycho stendur þarna, hann fer bara strax í að reyna að stoppa þetta plantið, ná því ekki, veggurinn kominu upp og Psycho held ég Guaru nær einum í heaven þarna. Tveir að fikra sig hérna í gegnum Lamps, ætla bara að fara hratt inn í þetta en Guaru hann er bara komið últi, það er ekkert utility, engin flush, ekki neitt sem þeir geta notað. Mjög klöts últi frá Guaru. Þetta tefur alveg um 10 sekundur þar sem þeir ná bara ekkert að gera neitt. Nær hann náði honum Hann náði honum. í gegnum kassan. Hvað guð, ég datt alveg út hvernig hann náði þessum setningaði hana. En herru, vel gert, við erum að tala um bara þvílíkt ránd fyrir Guaru. Leipur þarna, þegar retake er að koma inn, þú ert með Sky inn í Lamp sem er tilbúin að flassa út eða dogga og síðan ultar hann bara og þú situr með bara byssu í hendinu og engin utility og þú kemst ekkert út. Þannig að Guaru bara algjörlega lokaði rándinu fyrir þá og núna, eins og ég sagði, þeir hafa efni á öðru bæ. Vá, ok. Það kemur óvart, þeir eiga alltaf efni á öðru bæ á fullum armor, þannig að núna erum við þá að tala um líklegast
ef að Benigno nær að vinna þetta round, þá getum við komist nær 10-10. Þannig að þetta er hörku jafn leikur. Fara eftir að það eru 3 á A-inu og Chamber með bæði trappin á A. Greinilega orðnir þreyttir á öllu þessu A-pussi, vilja reyna að loka þetta. Þeir eru nokkuð þeim bara búin að fara eiginlega öll roundin sem hafa gengið fyrir Benigno. Það hefur virkað. Já. En komnir út, en það er aldrei neitt til að challengea. Þeim er rosa skrítið. Þeir hleypa þeim alltaf inn, gefa þeim plantið og vilja bara tækja nær hins vegar 2 þarna í retake-inu. Grenar aftur að þeim er 2. Sorry. Revilo refsar KO þarna fyrir að vippa þarna, en retake er nokkuð bara ganga nokkuð þétt í gegn hérna, keyra allir í hann á shortinu og staða núna 11-8 fyrir Tourette. 2 rándi viðbútt fyrir Tourette og þá eru þeir bara búin að loka fyrsta mappinu sem var þeirra pick. Já, þannig að Tourette var með fyrsta pick í Bind, þannig að ég myndi halda að þetta væri bara frábært fyrir þá að ná lokatíð, fyrir utan það þeir byrjuðu sem attacker. Já. Þannig að þetta er bara lítið vel út. Það var að standa sig mjög vel í attack-sætinu, sko. Eins og ég var að segja það. Það er samt ostaslefa aftur, 5-13. Já. Hann, þú veist, eðlilega myndi ég gefa honum aðeins meiri afslátt á, þú veist, ef að hann væri að spila kannski í meira svona comp-based leik, þar sem allir væri í svipuðu ranki og levelu og þannig. Hann þarf að vera að gera meira, finnst mér. Já, hann nefnilega þarf, sko. Já, en þú veist... Hann er að gera samt svo mikið meira með því að reyna aðstóða liðsfélaga sína í að smóka fyrir og þú veist, algjörlega. Veggurinn sem, þessi smókveggur sem kemur alltaf að, blokka bara allt, þú sér, hann er að læra þetta og hann bjargar auðvitað helling með þessu. Já, sko, utility-wise er hann bara að standa sig vel, myndi ég alveg halda. Hann er búin að vera að gera það sem hann gera, hann sökkar réttin tíma og búin að setja upp mikið að killum fyrir liðið sitt. B er clear, það er enginn B. Þeir eru bara að gera ráð fyrir að þetta sé bara alltaf að. Þeir eru náttúrulega fake smókuðu þarna, sko, gerðu það allt. Já, og þeir bara féltu algjörlega fyrir þessu. Algjörlega, hann koma smókanir og þeir hoppa bara í sæt. Og hann fara bara beint í plantið. Taka þetta og þeir eiginlega bara trú ekki sínum eigin augum. Þeir eru að klíra á hotninni og bara herru, það er í alvörunni enginn á B-inu. Takk fyrir þetta, þetta er bara gefin sæt hérna og verður helviti erfitt retake upp úr þessu. 5 komnir, eru með information að enginn er í bak og þeir eru líka lengi að vinna sér nær sætum. Þetta þarf að vera helviti hratt retake, shottar í elbow, en það er bara enginn hana. Spurning, þeir ná einu killi. Þetta er orðið erfitt, það er staðan 3 móti 2 núna, þurfa að fara hratt í bombuna að reyna að deffa ef það er alltaf 1 chance á þetta. Já, þá er úrslitið komið. Hann nær halv. Þetta er ekki hægt. Þetta er búið, þetta round fellur hérna alveg, nær ekki deffa tímurinn út. 3 falla. Já. Þetta er þá orðið 9-11, staðan á peningurinn ágætt fyrir Team Tourette, eiga bæ aftur og þú komir aftur í stöðuna þar sem er bara mjög mikilvægt að vinna þetta bærátt. Það er bara, sá sem vinnur þetta ránd er eiginlega bara með boltan í höndunum, nánast. Ef lið Tourette er að fara að vinna þetta ránd, þá fer Benigno beint í Ego og... Á seinasta rándinu? Já, á seinasta rándi. Þannig að þetta er sko spurningu þeir pæli, já, þeir verða eiginlega að vinna þetta ránd, annars... Já, annars getur effektífli staðan orðið bara 11-11, sko. Og þá erum við komin í bara mjög líklegt OT, sko. Aha. Maður hugsa svo stundum, sko, vill maður vera að seifa í svo rándi til að reyna að koma við fyrir þetta eða vill maður bara actually reyna að vinna jafnum það? Já, það er núna koma þeir hérna út, verðist alltaf að hratt inn í þetta, komið með Astra veggin hérna, Grenar á shorti, hægir hans á pushinu. Já. Tourette einn kominn út, og nei, hérna, einn úti hérna á shortinu, nær einum, en hinn er allir fastir á shortinu fyrir aftan. Klúðra þessu skoti, Kvaru refsárunu fyrir þetta. En þið verða að fara inn á sætið og sýla bónd. Já, bara nýta veggina meðan hann er uppi, myndi maður halda. Veggurinn fellur hérna og þá kemur Edvin núna með últið og staðan 12-9 fyrir Tourette. Þetta var bara hreinsun. Já. Og eiginlega bara saman við töluðum áðan þar sem þeir eru bara svona illa koordinate í að koma sér út. Já, þeir eru það. Við erum núna nokkuð sem séð Sageið labba
Hann fyrir einn út, Einn út. allir hinni fastir, þú veist, Grenan kom út á tímabili en hún var náttúrulega löngu sprungin. Já, Þú veist, þá bara tekur upp byssuna og bara hleypur, sko. akkurat. Og núna er þetta bara do or die fyrir Team Beninju. Þú ert með 3 á pistol, 1 bulldog og, nei, Ja, og Marshall allt í einu, já, og Spectre þarna á vanda. Þetta er brött brekka fyrir Beninju en þeir verða að ná þessi rándi einhvern veginn og eru alltaf með ultið, þannig að þetta er svolítið bara mikið pressa á Beninju að ná bara einhverjum frábærum picks hérna. Nær ekki að sprengja rúmbóðuna og missa eitthvað líf allavega. Beninju í hæginn þá eru þeir alltaf með ykkur últið. Þeir eru með Jett últið, þeir eru með Sage, Resid líka. Þannig að þeir eru ekki alveg döðadæmt fyrir Beninju. Hann dassar hérna inn í Lamps, reynir að fara í eitthvað hratt play, Dataman's Edge að bíða eftir honum og fellir hann. Sage kominn inn á bíð og hann myndi bara kalla það bara TP helst í gær. Smókaði niður og hann spottaði. Já, og það er Niður og þetta game over. bara hreinsun. Þetta er bara hreinsun og líka spurning, þú veist, Sage með ulti, 1 á lörkinu yfir á bíðinu. Já. Myndir ekki alltaf vilja hafa hann með í pussinu alltaf til að híla, nummer 1 og ressa eitthvað ef hann deyr. Þú veist, ekkert frábær staðsending kannski, en helviti jafnleikur. Þú veist, 13-9 hljómar eins og þetta hafi ekki verið jafnleikur og maður hefði haldið, en þetta var bara nailbiter alveg, fannst mér alveg út í enda, sko. Við erum að tala um Ostaslaufa með average combat score 98. Spilaði supportið sitt ágætlega með utility. Ég hefði bara viljað að sjá hann fragga meira. Veist, ég mun alltaf setja smá pressu á það að, þú veist, ég vill alltaf sjá Immo-gæjarna vera nokkurn veginn nummer 1, 2, 3 á scoreboardinu. Eins og sér Dataman's Edge support play líka efstur serverinn. Já. Hann er bara með 5 entries þarna og sem sófa. Við erum mjög mikið að gambla og það, þú veist, í raun erum búin að vera mjög heppin Já, þar. algjörlega. Bara að skjóta últinu sínu bara út í loftið og það hittaði og setti Akkurat. damage. En ég var bara mjög ánægður með þetta. Þetta var, Beninju var að gera svolítið mikla vinnu fyrir liðið sitt, fannst mér. Og með 7 first bloods var að, fannst hann vera með svolítið mikið á herðunum á sér. Þetta var svolítið að keyra svolítið á því hvort hann var að ná first bloodunum eða ekki. Já. Og síðan varstu með aðeins minna kannski svona entry power hjá restin á liðinu. Akkurat. Þetta var svolítið hann að reyna á pikkunum og ef hann náði þeim ekki þá var aðeins minna að gerast. Akkurat. Á meðan þú varst með miklu meira svona overall stability er svona jafnara dreift álægið fannst mér á Team Turret þar sem þú varst Já. með Edwin að gera mikla vinnu, þú Akkurat. varst með Turret og Chamber að gera mikla vinnu, Já. þú veist, og Reis fannst mér reynda líka að vera frábær í þessum leik, hann Psycho, þannig að Ég fannst það akkurat samt hjá Xenox, Sage, þú veist, af hverju ertu með Jett, Sova og Kai og alla þessa gauðra, sko, Já. en Sage er alltaf ein já, að fara inn, fara inn á plantinu og hleypur ein inn. Já, það er nefnilega, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvað er að valda því, hann er alltaf að fara einn áfram, hvort að þetta sé bara lack of Skortur á- communication, hann er svona hleypur allar á, ég myndi yfirleitt alltaf setja meira kannski sökinn á liðin að vera ekki að fylgja honum út, af því Já. þú sérð hann hlaupa, þá verður eiginlega að fylgja honum, annars er þetta bara einn gaur Hann verður fallinn einhver- og það er já. enginn til að treyta þig, Það skilur verður eitthvað að hlaupa og píka í kornin sem hann er ekki að líta í, algjöra. af því hann er kannski búinn að fá þetta bara plantaði núna. Já, en Hann Xenox hleypur í það. verður líka að vera með byssun uppi þegar hann gerir þetta. Þú Já. varst að sjá hann svolítið hlaupa í gegnum choke, taka hnífinn Já, akkurat. og spretta átt á bombunu án þess að cleara corners og þú ert bara aldrei að fara að komast upp með það. Það er, þannig að þú veist, hann var að sína smá svona fordæmi með að fara fyrstur og var að reyna að leiða liðið sitt áfram í þessum pushum, en var kannski ekki alveg með vopnin uppi, hefði kannski fyrirgefið það ef hann var með byssuna uppi að hann myndi kenna liðinu meirum. Fylgja honum inn, reyna að treyta með honum og Spila ekki vera með. hrættir að keyra og rössa, sko. Kannski einhver myndi endri með honum eða aðeins bara 2 skrum á undan honum Já. og píkar og hann getur þá treytað ef hann heldur á byssunni, Já. sætið er klírað og bomba fyrir niður. Akkurat, við erum eiginlega þá bara að tala um að hann er nánast bara að gefa þeim Basically. frítt entry og gæinn kemst síðan lífandi í burtu, hinn sem Já. draf hann. Og bomban liggur á sæti. Akkurat, og Hvað- þeir verða síðan að labba, Já. þetta er algjör döðadómur, sko. Algjörlega. En spurning núna hvort að þeir bara sjáu hvað fór úrskeiðist í þessum leik Mhm. og byrja núna samt sem attackers í, hvað var það ekki, Ascent og
það aðeins erfara. Ascent er Já. erfitt að tackle map oft. Þannig að spurning hvað verður valið. Ég held að við sjáum ykkur svipu pick, Turret, veit ekki hvort að Turret eigi eftir að fara, við munum örugglega ekki sjá Raze. Við þykir það Nei. ólíklegt. Þannig þá er spurning hvort við sjáum sko Turret fara á Jett eða spurning hvað Psycho vill taka, ég veit ekki hvað hann Já. spilar nákvæmlega. Ég sendist eins og ég sé frá þér að það er eftir að taka góð chamberplay á Ascent. Já, Chamber Það er er spilað nefnilega, með. það er nefnilega spurning þá, Já, hver þannig ber á mig langar að sjá. Chamberinn? Já, mér langar að sjá þannig að Turret spila hann aftur því að hann var að standa sig bara heldur vel á honum. Alveg 100%. Ég er orðin bara þannig að ég vil eiginlega bara hafa Chamber í öllum uppum. Já. Hann er bara frábær sentinel og þú eiginlega sérð ekkert Cypher eða Killjoy jafnvel. Sér Killjoy aðeins meira heldur en Cypher. Cypher er bara ekki spilaður. Nei, Það er engin ástæði til að taka hann fram yfir Chamber því Chamber er Ekki, bara sko. miklu betri agent. Við erum komin í pikkinina. Það er spennandi. Turret, akkurat, hann vildi fara á Jettin. Ég hugsa það þessi út af því að Psycho væntanlega er ekkert rosalega hrifinn af Raze. Nei. Raze er bara ekkert góður í Ascent. Þú ert ekkert með nógu góð grenuspott, þú ert Nei, ekki með akkurat. rúmba nýtist lítið sem ekki neitt. Hún er bara sprengt um leið og þú reynir að henda út í chokið. Akkurat. Þannig að þá er spurning hvort að Psycho tæki Chamber eða hvort að hvaða Sentinel er ætlað. Þú verður bara að vera með eitt Sentinel í Ascent. Já. En það var bara spurning hvernig það spilast. Við erum að sjá Psycho hovera yfir já. Chamber. Ég vil sjá Chamber. Þú veist, ef hann, eða hvað hann vil fara í reyna, minna hrifan af því. Ascent er yfirleitt one duelist map. Þú vilt helst ekki vera með 2. Það er bara eiginlega engin tilgangur af því, bara utility er king í Ascent. Já. Heyri, þannig að lokkar Edvin inn, sofa aftur. Já, Og ég er sem spennt er að sjá aftur þetta gamble hjá honum. Já, Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. já, hann fílar það. Hann komst upp með það. Já. Það er málið. Algjörlega, 23 Choose kill, your agent. MVP úr leikinum. Ég vil bara sjá Psycho taka þennan Chamber. Hvort tekur Xenox eða Guaru Sage-ið? Hvað? Spurning hvað. Já, hann fer í breach. Hann vil fara að reyna, þeir eru að fara double flash komp og Já. spurning sko. Hvor er liðin samt með Sentinel heldur? Eða þú veist, við erum að tala um að Sage er Sentinel Já, innan já. gæsalappa En það er þetta að spila svo mikið með utilityinu hjá Chamber Já. eða Killjoy eða hvað það að segja Cypher. Já, Eitthvað til að spila með. fyrir utan það núna er bara flankið opið. Akkurat. Báðum liðunum. Já. Sem er bara, það er devastating í mappir svo að sent sko. Því leiður með þessa botta þá getur þú komið í veg fyrir að einhver lurker er Að komin inn á pússa B-side. Í gegnum mitt, er ekki að pússa allstað. Já. Þetta er alveg, ég persónulega myndi ekki vilja að spila það þannig. Þannig núna þurfa þeir að halda Já. inngöngunum frekar en að geta gamla á það bottin er að fara að spotta hann. Já. Þú þarft að eins og ef þú ætlar að setja vegginn í miðjuna, Já. þá þarftu samt að vita af, þá eru B-spilarnir að heyra og fylgjast með því hvort að það sé að gerast. Akkurat. Núna, þú veist, pressa á Psycho núna myndi ég halda. Þú veist, hann teka að reyna fram yfir Chamber, fram yfir Killjoy, fram yfir einhvern annan Sentinel. Ef að þú ert að hendi í svona big ball pick, þá ertu komið alveg sturla mikið álag að baki þá að réttlæta þetta pick. Þú ert bara að fragga. Fullt. Og við erum bara að sjá oftar en einu sinni á þessum mótum ykkur henda í þetta confident reyna pick sem bara alveg bara skýt búið baki í rauninni til að segja þetta svona fallega. Guaru hleypar þarna inn, nær fyrsta pickinu á Sage, komnir inn á sætin Hurðin lokuð. og vola uppi, bara frábært vol Spike down og A, half the spike. vantar samt ekki fyrir núna Það komin í er baki flankið. strax, já, akkurat komin í bak, þau verðum með 3 eiginlega svona fastir nokkuð veginn undir Benigno verður eiginlega að vinna þetta fight, nær því 2v2, kemur close Já. One enemy Og? remaining. 1v1 núna nær ekki killinu Robby Bangsi með þetta og staðan orðin 1-0 fyrir Team Turret. Þetta var náttúrulega bara frábært fyrir Team Turret að ná þessu. Leit svolítið illa út fyrir það. Þeir komist Já. nokkuð auðveldlega inn á sætið. Voru mjög fljótir inn, loka hurðinni, komið sér stöður. Já. En það er akkur þetta sko, flankið er mætt. Og svo ertu að passa þig á hefinn, þú veist. Já. Þú þarft að hafa það í báðar Þeir áttir eða missa- fela í hotni. Já, þeir missa main controlið áður en að bombarinn á hans komið niður. Mhm. Og þú vilt helst vera með einhvern af þínum eigin defendni hana í postlandinu inn í main til að geta varið bombuna og tafið og eitthvað svoleiðis en það er bara, þeir vissu hvar allir voru á fyrstu 5 sekundunum.
bara út af þessu, bara hérna pushplay hjá honum Psycho. Psycho fekk allt infoið bara leið. Gerði þetta svo. Psycho með 1 kill hérna, þeir klíra bara í hann. Annars, og já, ég elska það. Það er svo næs, þú ert á reyninni, bara. Ferð og ghostar í burtu, vilt ekki díla við vandamáliðinn, þú ert farinn. Þú ert bara farin, tek 2 niður og kalli þetta gott í dag. Já. Verið sæl. Þetta er það sem ég mun reyna á konuna eftir þegar hún skammar mig að ekki vera með hann á konudaginn. Ég reynaði það svona, Oh sjá, my ég god. læti vita hversu vel það gengur. Já, það er okkur aftur til, sko. Í staðinn er ég hér, að kasta hérna. Gerir þetta fyrir fólkið. Já, People's Champion. Andjóks. Æ. Já, þetta er orðið strax. Já, þó að mann er leið eins og Psycho á reyninni var að bara svona taka þá, að þá sérðu samt að það er allir að gera. Ó, fara hérna, þau eru að pussa hérna í vandalana. Þetta er, hann er með flassið uppi. Tekur hann. 2 hérna í horninu núna og spurning, vill Xenox deyja hér? Hann verður að fá back-upið. Vita náttúrulega af þessu aggro play og þeir ætla bara að fara í þessu pick. Stönni komin út, Psycho stunnaðir í horninu. Turret verður að bakka hann upp núna. Já. Ná, en hann klýrar ekki hornið sem hann stunnaði. Nei. Þetta hefði ekki getað farið verð fyrir Team Benigno hér. Eiga ressið, hvað er ressa 1. Staðan allt hér orðin 3-4 núna. Betri byssur náttúrulega á Benigno, þannig þeir spurning hvort að þeir bara reyna að fara í þessi pick og bara ná ykkurum. Spottar hann þarna. Gefur Koaro smá kvíða, byrjar að skjóta þetta út í lofti, smá hræddur. 2 bakka núna, 8 á myndinni. Hafa ekkert allan tíma í heimi til að ákveða hvað er alltaf að gera, sko. Þeir verða að fara að kommitta á eitthvað. Lappa 2 í 8 á shortinu og spurning hvort þeir þurfa bara að fara að hlaupa þetta núna til að eiga eitthvað tíma til að planta og klíra sætið. Ég er gaman að sjá að þarna... Vel gert hjá Benigno, næra að refsa honum. Sova er samt mættur á A, Edvin er þarna. Með 1 shockdart, spurning hvort hann kunni... Fyrir í þeim. Einum frábært skot. Það er með infóið. Þeir eru bara sætin að bakka. Hann náttúrulega veit ekki að gæða hann undir. Hleypur í baki á honum og slaufa nær honum þar. Slaufa núna 1v1, veit ekki af Psycho og fellur. Og staðan 3-0 fyrir Team Turret. Hvað var hann að skinnhenda þarna? Já, Ég held það, hann var með vandal. Hann var að versla. Hann var að versla, pikka út. Já. Eða vinna. Þetta er bara frábær byrjun fyrir Turret. Vinna fyrsta mappi, staðan 3-0 í seinna mappinu. Og komin smá svona hiti undir rassen hjá Team Benigno. Þeir eru að finna pressuna núna. Þeir eru að gera eitthvað drastískt til að snúa þessu leik við. Turret komin á oppin hér. Það er svona ekki algengt í stöðu þar sem að þú lendir í að hitt liðið er í ego að kaupa opp. Oft sleppur því. Því þú vilt helst ekki missa hann. Þetta var skrítið, þetta fór bara í gegnum hann. Þetta ég haldið snapstep með skrítið angularna, virðist einhvern veginn ekki sjá Turret. Turret með 2, opp-picki að skila sér í þessu rándi. Hann finnur bara í light armor og opp á móti bónusrándi sem er oft svolítið svona spurning hvort það er betra að taka vandal og kaupa sér opp næsta rándinu þegar þeir eru bæ. En nær alltaf 2 hérna og virðist alltaf að skila sér þetta bæ. Benigno núna leysur hérna að reyna að ná einum. Lendur í crossfire. Já, bara vel spilað hjá Revealo og Bangsa. Þeir bara setja upp crossfire, Benigno einhvern veginn reynir að fæða eitthvað pikk en á bara ekki séns þegar það kemur upp. Vassar og hleypur í burtu. Það er að halda þessum klassik. Bissa þarna. Já, Turret viffaði þessu skoti hérna með crossinum og komið hérna í. Hittir hann. Turret er ekki að fara að píka þetta aftur, veit hvað það þýðir ef hann missir oppinn, þannig að hann ætla bara að chilla. Psycho er að... Já. Manager Edvin, fellir hann hérna, staðan 4-0 og þú komin aftur. Dundrar hann bara gegnum vegginn. Já, þetta...
Ég er að fíla confidence sem að Tourette-liðið er að setja nú. Já, Þeir eru bara- mjög mikið. Já, þeir eru óhrættir við að fara í þessi pick, óhrættir í að pussa lobbyin, Og þeir eru bara, flagga já, og- þeir ætla bara að taka algjöra stjórn á þessu leik og vilja bara loka þessu 2-0. En mér langar að sjá Team Benino taka þá, sko. Mér langar að sjá meira. Mér langar Ég er það alveg vantar, samanlega. sko, mér langar að þeir komið smá ego, sko, svona, bara egoið að, þarna, Bara og keyra þá niður, sjálfstraust, algjörlega, eins og ég segja. algjörlega. Þetta er oft svona, þegar þetta er í svona leikjum, sérstaklega úrslita leikjum, Já, svona að geldast yfir leikmennið stundum, sko, það verður svo mikið pressa, hrættur að skemma, vil ekki vera of aggressífur Já. og þannig, en oftar en ekki er það sem er að fara að gera mest fyrir liðið, þú þorir að fara yfir þá tilfinningu, sko, akkurat. gera hlutin, sko. Eins og þetta var mjög flott fyrir Benino, hann bara svona fer í gegnum sætið og er að fylgjast með Já. þeir sem er að róta. Fer í agropikkin nær Tourette á oppinum þarna, frekar bara einfaldlega, en Psycho núna lappar hérna á leinið með últið, hann ætla bara að fara all in hérna, hleypur út og er bara drifið. Smá anti-climatic þarna, hann hleypur út One og fellur. enemy remaining. Stolt á hann fyrir að reyna. Já, bara, það er bara að gera. Það hefði samt verið betra þá að býða eftir ykkur bara inn með honum. Já, Fyrir ekki að hoppa einn, þú veist ekki með neitt info, það eru allir ásætt. algjörlega, fyrir utan þeir vissi af hann leðan últið þarna, þeir hefðu tilfinningu fyrir þessu, en núna Edvin reynir bara að halda oppinum fyrir Tourette. En mér finnst þetta mjög flott á Team Benino. Þeir Þetta var bara frábært, fengu bara smá sjálfstraust, hlupinn, tóku á og voru smá öryggir. algjörlega. Og við verðum bara að halda þessu. Staða núna 4-1, þetta var mikilvægt ránd fyrir Team Benino og verða núna að halda þessu bara áfram, þessu tempói, bara reyna að keyra þá niður. Þeir eru með Sova ulti, geta drónað og ultað, en þeir eru samt að díla við 3 ulti frá Team Tourette. Spurning hvernig þetta ránd mun spilast út. Revílo með Sky ulti líka fyrir mikið information, þetta verður áhugavert. Nú kemur drónin hérna út á B-inu. Tilbúin, já, flossar. Engin inn á sætið, þeir Eftir, skilja já. bara sætið eftir opið alveg. Sýnist þeir ætla að fara í bara, þannig að það er bara verið Opið full on retake. Já. Vola CT-in, planta frítt, hann últar vegginn, en tímasetning er rosa skrítin, það er enginn komin ennþá til að hjálpa og ulti er samt komið út. Við getum notað últi í margt annað en sko... Já, sérðu, þú veist, ulti hans er fast Já. bak við vegginn. Kemur þarna út, aðeins seinna, Hann veit af hún. Já, það var bara í hann. En þeim er refsað fyrir það. já. One enemy remaining. Það er von. Einn á lane, Tourette, Og þarna. þetta var rosalega skrítin útfærsla á þessu retake. Þú varst með ulti á Sky. Þú ert með ulti á honum Astra. Og hann gefur sætið fyrir til að spila væntanlega retake er ég að gera ráð fyrir. Já. En síðan ultar hann áður en að liðið er komið til að retaka. Akkurat, en Og þá- hvað er últið að fara að sína þér? Að þeir eru inn á sætinu. Þú veist þeir eru inn á sætinu. Akkurat. Þannig að þú veist, ég hefði viljað sjá bara frá Revílo, þetta er væntanlega kannski smá reynsluleysi, hann hefði bara þurft að bíða eins lengur Já. og hleypa ultíinu þegar þeir eru komin nálægt og fólk tilbúið að fylgja því. Akkurat. Að þú ætti að nýta stönnin sem að komast út úr þessum ultíum, fyrir utan það þið bara brjóta þetta ef að það er enginn að fylgja þeim. Já, akkurat. Mér finnst samt betra að nota últið þegar það eru að þú fær bara 3 svona gaura. Já. Þegar þau eru bara 3 eftir. Eða 4. Þú veist, mér finnst ekki næst að 5 af því að þú veist, þetta gefur þér ekkert það mikið info. Nei, akkurat. Ég ætla að spila með þetta öðruvísi, en þetta var bara einhvern veginn hvernig hann spilaði það bara. Já, gekk einhvern veginn ekki upp. Xenox gefur þeim báðum klippingu þannig síndi sem er bara rétt yfir hausinn að þeim. Hann er með ultið, hann Xenox, þannig ef þetta er komitta niður eða getur notað þetta til að tefja líka, það þarf að vera mjög tilbúinn, en Psycho strax komið baki aftur. Næs. Last player standing. Já, bara ego retake eiginlega fyrir Tourette, og ná því bara. Og við erum að sjá aftur að pushið, að sætið feila bara út af Psycho komin í bakið svo hratt. Akkurat. Og þetta er bara akkurat. sama við erum að tala um þetta á Sentinelinu, þú ert ekki bara með þetta information og Já. Psycho veit það.
hann pússa mitt öll rándinn, Já. sér að enginn mitt, þá fer hann annarkvort A eða B, komur í baki að leið og það verður alltaf bara svona, þú verður alltaf að spila eitt lurker ef að þú ætlar að vera ekki með sentinel. Akkurat. Og Verður þá ekki getur ekki 5-pushað, þú verður alltaf að 4-pusha. halda. Akkurat, þú verður að 4-pusha og skilja einn eftir. En það er svo næs að kemur bara alveg í veg fyrir þetta að ykkur er komin í baki að þér og þú veist ekki neitt. Og sérstaklega núna vita þeir að hann er alltaf að pussa í bakið, spurning hvort og hann Psycho heldur að sé aldrei neitt hana, hann getur alveg að refsa hann fyrir þetta núna, sko. Það er líka spurning hvort að hann byrjar að búast við að þeir byrja að búast við honum. Þannig að hann byrjar að svona bakka aðeins með það. Það er spurning. Og hann ná að dassa út í þessu. Ég held að hann væri fallin hana. Hann tók hann orfið. What? Hann lífur í dag? Þú syns að það var beint út í lappinnar á honum? Það tók hann samt sást að hann tók orfið þegar hann var með gangi. Já, ok, þetta er bara einhvern veginn eiri síðan ég spila. Kannski er eitthvað mikið að gerast, þú ert ekki að hugsa og þá bara fram. Við sjáum núna hversu mikilvægt þessi leikur er fyrir fólki. Fólk er á taugunum. Skiptir máli. Já, það er... Þú verður að pússa út samt með flossunni og stönnunni, en já. Nú erum við komið hérna 2 í megin, við erum með einn að hlaupa hérna í bakið aftur, Psycho komin í bakið á östrinu, hún situr hérna í horninu með bombuna, svolítið erfið stað fyrir hann til að vera í. Ég er ekkert að horfa, en hann lítur og já. Nær honum. 30 sekúndur eftir, mögulega hvort hann hafi tíma til að snúa við, veit það ekki. Gæti feikað að býða þarna þangað til lokráns, vona að rotated kemur út, flassa mittara fyrir information, heyra ekkert. Hann er ákveð að skilja 2 eftir á A-inu ennþá. Býð eftir rótiðina, það býða aðeins. Túridag spilaði þetta vel, sérðu, hann er bara að spila fyrir bara plant hljóð. 10 seconds left. Býður eftir að hann reynir að planta, píkar og refsar. Já, ekkert sem hann getur gert, hann verður að halda plantinu. Hann er ekkert að hnífa það þarna, sorry. Já, Túret! Túret, come on, gef mér meira. Nei, ég er ekki að djóka, ég er ekki að vera þessi, en já. Maður á alltaf að hendi BM þegar maður getur það, sko, aðeins að hendi í smá hníf. En mér fannst þetta geggjað, að hann snýr bara þetta á honum. frekar en að vera eitthvað að píka og býða eftir og sjá eitthvað, menn hinn er fyrir rótætið, það bara býður eftir og heyrir eitthvað. Já, þetta var svona, þetta var sýndir reynslu að hitt, ef þú píkar þá áttu séns á að falla, en ef þú býður, hann verður bara að planta, hann hefur ekki tíma til að gera neitt annað, hann hefði 100% win roundið. Þannig að Túret algjörlega tók rétt ákvörðun þarna. Massa þarna, Psycho komin í hornið, sá hann ekki krossa og klíra það, en... Og svífur út. Já. Beautiful. Hann er að spila þetta vel á reynunum, mér finnst hann vera að bara gera góða hluti hérna. Mjög. Þú Ég veit ekki að play hjá honum. Allt rotate komið í gegn samt. Við erum að sjá 4 inn á B-inu, að hleypa tilbaka, hann átt að sjá hann over-rotate kannski mögulega. Ná 2 og núna allt innu á sætinu, 3v3 hérna. Robby nætt 2 líka. Bombaleikur og já. Það sem að verið standa frekar út úr er að leiða og við sáum í fyrri helming Team Ninja vera aðeins hægari. Þetta stíg upp gír, ákveða að vera hraðari, náðu 2 rándum, verður síðan einhvern veginn aftur farið svolítið sama ham. Það sem er svona að lenda aðeins hægari gír og það er ekki að virka alveg jafn vel og hraðara bussin. Spurning hvort að þeir sjá það, byrja að vera aðeins hraðara aftur. Reyna svona að keyra það aðeins niður, nota utility, þeir eru með breach, þeir eru með sófa, þeir geta að spila hratt. Mér finnst Psycho vera að leika sér að þessu, sko. Já. Hann er að spila eins og sér dansa, sko. Þetta gengur hann svo vel í hag. Allt sem hann gerir einhvern veginn er að gerast. Er bara gangu. Já. Frábærlega. Þú veist, hann fer í flankið og það býst enginn við honum. Og svo fer hann ekki í flankið og þá er kannski einhverja... Já. Hann er nokkuð búinn að komast upp með öll... Sástu þetta? Nei. Hann var sett upp vegginn og setti svona ryksugjuna og gaurinn byrjaði að skjóta hann og ryksugan sói hann fyrir aftan vegginn aftur. Já. Hann gat ekki skjóta hann. Já, þú ekki meina að Pulli dróð hann hínum einn við. Vá. Þetta var skemmtilegt. Vá. Aldrei séð maður eitthvað svona. Já, og þú komið með 5v5 retake fyrir Team Túret. Spurning hvaða utility þeir eru með til að koma sér hérna inn á sætið. Einn á lane, Psycho hendir í últíð aftur. Það er smá deja vu. Nær honum í gegn. Stundum virka bara að skjóta í gegnum vegginn. Hann sér engan á sætinu. Og reynir að keyra hérna út, glassa fyrir liðið sitt, hoppa niður. Það er information, einn við kassan. Nú erum við liðið beint eftir honum.
tíminn að renna út, það verður einn að stikka núna. standing. Hefur ekki tíma til að feika, þú verður að stikka. Hann köpur rándarinn, þeir náðu ekki. Tíminn var átt, sko. Akkurat. Málið er að hann þurfti að stikka, Robin. Já. Hann gæti ekki feikað þarna. En hann hætti, hann var ekki verið að skjóta, hann var ekki tekið niður, heldur hætti hann bara. Hann hætti, hann Þú verður að treysta á að liðsmenninir skjóti og reyna að verja þig. algjörlega, og fyrir þetta tíminn var bara orðin þannig að hann bara þurfti að gera það óháð öllu, af því Já. hann hefði aldrei getað unnið rándið öðruvísi. Akkurat. En Það er líka spurning traust, þú treystir á að algjörlega, liðsmenninir fari kannski í það að passa að þú ert ekki bara skotið niður. algjörlega. Þetta er gotta trust your teammate, sko. Það er svolítið þannig. En staðan 7-3, Benino kom með 3 ránd núna og spurning hvort þið náðu 4 rándinu hérna. Últi kemur út, alla leið upp í heaven, ná að stunna Edwin sem er fastar að inni, ná að flasta revíló, nær honum í fullu stunni. Edwin maður, hann er bara að spila frábælega, revíló nær 2 líka, refsa þeim á leiðinu inn, staðan núna 3-2. Ná ressinu og jafna þetta, 3-3, Ríteki kemur inn frekar hratt úr heaven, Robby bara gunnar þetta og Túrett er á sætinni í einhverjum skrýtnum smokeplay hérna, 1v2, nær einum, nær hann hinum. Þú sást hann? Hann er með 22 í líf, hann er eitthvað að djúka hérna, spurning hver er með tímasetninguna á hinn. Túrett einhvern veginn bara situr á boxinu, helviti örugur að hann ætla bara að labba og kíkja á sig. Hann nær honum 22 í líf og tekur hann í gegn. Þetta var svo mikilvægt. Því þú náttúrulega býst við að gaur sem situr kjör og er með línuna, takja hann, Hann en gaur hreyfingu bara... Hann var með 22 í líf. Þetta átti ekki að geta gerst. Og fyrir utan það Túrett spilaði þetta vel. Túrett veit að hann það bara að halda línunu, fá bara angl og bara skjóta hann í tána. Akkurat. Og sem kemur hann bara og tekur hann svona. Já, þetta var... Frábært. 7-4. Ég er svo gaman að svona. Já, þetta var svona. bara nær 4 manna bara hvað var og bara gera allt fyrir liðið í þessu rándi. Bara tók þetta á sig. Hvað er núna? Aftur, First Blood, tekur út Edwin á æðinu. Þeir ákvað að Edwin líka fór í svona aggro-play, vildi reyna að búa til eitthvað tækifæri og það gekk ekki í þetta skeyti. Þeir eru búin að vinna sig upp hérna, mér sýnst að bara steppa í 3-2 split inn á AS, Sky últar fyrir information, sjá að það er einhverjir að komnir á shortið. Og víta af Psycho hérna á shortinu, ná aðeins að tíkla hann hérna. Þarna fóru sko 2 flush sem var ekki spilað. Já, hann hendi þeim bara út greinilega, veit ekki alveg hver hæningin var. Ætti að spila með Sky-últinu, það kemur dróninn og kannski eitthvað smá ADHD og hann náttúrulega lítur strax upp og það byrja að skjóta hann og... Já, þetta eru komnir hérna með planti aftur, það er 3 í retake fyrir Túrett, staðan 7-4, mikilvægt round fyrir bæði lið. Hann er í púlinu, nær einum. Ná 2, 2-2, erfið staða fyrir Túrett hérna að reyna að deffa, ná helmingnum. 1 eftir, vita hvað hann er, ná hann ekki, slaufa, reynir bara að tefja. Új, vel gert að slaufunni, nær hérna 7-5 og núna erum við með leik. Núna erum við leik. Var þetta? Sen þannig, hann ákveður bara að gera eitthvað dansana fyrir okkur lokinn til að monta sig, nær 2, vinnur þetta 2v1 clutch og bara ánægðar hann að steppa upp núna í seinna mappinu. Mér langar að sjá sko meira okkur þetta því náttúrulega hann var Astra seinast og núna er hann Sova. Hann sá hversu góður Sova getur verið í fyrsta mappinu. Kannski er hann bara svona að kreifa, mér langar líka að gera meira. Þú sér að hann er strax að gera miklu meira en hann var í seinasta leik. Hann hugsaði að þetta getur verið ég. Þetta getur verið ég. Ég ætla að sína hvað í mig býr. Strákar býði bara. Og hann er strax byrjað að sína miklu meira. Algjörlega, tók eina blaðsíu úr Playbook Edwin og gerði góða hluti. Koma hérna, við ætla allir að lenda í stenni sín. Já, þetta er ekki stennið, þetta er aftursjókið. Hvað var hann að gera með... Var þetta misklikka? Spurning. Ég veit það ekki, því hann flassar en það píkar enginn. Kannski var eitthvað vantaði sem á komst þarna. Hann nota 2 flush án þess að einhver ætlar einhvern tímann að píka með þeim spurt þessi bara óþarfi. En þeir eru þarna 5 komnir, rotated, komið inn eða hvað. Það eru með 3 á bínu, 1 á middinni.
Psycho var nú svo lágur og Já. veit ekki hvernig vegginn. Þetta hefði getað verið gert miklu betur, hann hefði getað stönnað og einhver hefði getað hlaupið inn í og hann getað flassað og þá væru kannski 3 dánaðir. Já, þeir eru, alla flassi gaf þér rosa lítið information. Þeir eru Já, ekki mjög. með neitt info með flassinu. Þeir eru búin að róteta núna. Einn hleypur bara, Edvin er bara með rísa hreðjar. Hann er bara einhvern veginn, ætla bara einn í þetta. Hann er að selja þetta fake. Horfa á þetta. Þeir eru 5 búin að róteta núna. Æði er opið, hann nær einum. Þetta er bara alveg selt. Hann bara dansaði hann á sætinu og allir, vá, Þetta, lokar hurðinni og rótiði. þetta bara, 30 seconds hann left. gerði svo mikið fyrir liðið sitt hérna. Þeir núna fá þeir plantið, þeir eru með 4 inn á sætinu fyrir þetta postplant. Þeir heyra í plantinu, þannig Sage er mælt. Psycho samt með 17 líf, hann má ekki ná að drepa einn hérna þegar hann fyrir bara í full HP. Akkurat. Reynir hérna, nær honum ekki, nær samt Æ, að bingan. Xenox er mjög lágur, en fær hýlið. Það er hýlið, þú Sem getur betur túrett fer. á short hérna. Einn í main, einn á kassanum. Robby verður eiginlega bara vonstæðilega að brjóta í hurðina, annars fá þeir allt infoð þar. Nei, ok, nær einum, nær hann öðrum. Remaining. Og einn Astra undir. Vel spilað. Vel spilað, mjög. Ég var að bara gefa huge prop fyrir Edvin að ná að selja þetta fake svona. Já. Hann hleypur einn inn á sætið og þeir eru ekki með information að þetta hann sé bara einn hana. Þannig að þeir bara rótita allir og sæti alveg opið. Já, það er það. Staða núna 8-5. Þetta er bónusround fyrir Team Benigno. Ætla bara að fara í default samt, reyna engin svona group plays allavega. Bara treysta á að fólk getur fundið frögginn. Þeir eru að keyra hérna núna. Þetta maður þessi fyrir pikka bara millina og tekur hann út með Marshall. Og hann er með Marshall og hann bara sheriff bara. Hann hleypur í gegn, lokar hurðinni en er hinum megin. Hleypur í middið allar alveg. Spike planted. Góður hraði frá Túret, þeir bara keyra þetta. Já, hann keyrir og þá er hann strax þú sér, hann er ekki beint blank en hann er þarna til að búast eiginlega Player búast í standing. við honum. Já. Núna Psycho með góða stuði, þannig að Xenox sér hann ekki. Psycho fyrir bara beint í Eftir og já, tekur hann. 9-5, halda öllum bónusopnunum og ég myndi mig gruna núna að þetta verður bara eitthvað svipað. Þeir ætla bara að hlaupa hratt með sheriffana og reyna að ná bara ykkur svipuðu batteríi sko. Edvin og Psycho saman í liði er bara mjög skemmtilegt. Þeir eru þarna dansandi inn á sætunum, er að fá fragginn. Og líka bara á skorbortið, þeir eru allir yfir double digits, Já. þeir eru allir að fragga og Sérðu að Robby er þarna með 15 fragg á östru. Það er hægt að spila östru ótrúlega vel ef þú ert að gera bara. já. Og Reveal og 11-6, Já. hann er bara, hann standi sér frábærlega. Young talent. Kúla þarna, fara í fraggið, Poirot nær einum. Ánægður með þetta var confidence play, fara bara að sækja fraggið sem þeir vilja fá. Þú sást að smókin hann uppi, það blokkaði Jetti alveg út sem hoppaði von. Akkurat. Getur ekki treyta þegar bara búið smókan af, þannig að hann þarf bara einhvern veginn að láta mannin falla. Núna sitja þér bara fastið fyrir aftan vegginn, allir í lobbyinu. Reyna svona átt að sjá hvað ég geti gert úr þessari stöðu. Náttúrulega hrættir að róta þetta líka því þeir eru viti ekkert hvort einhver er komin í bak. En lítið að frétta núna, þann Oslefan er á íhuga bara hendi drón. Vita 5 fyrir aftan, ná ekki að brjóta dartið á réttum tíma. Bara hana, Túret, tekur konfidensi, hleypur út, komin inn, fellur, snabbt nær honum, Player standing. Óstaslaufa, fellir Revíló. Down A. Og þetta bara hreinsaðistu, frekar hratt. Nokkurn veginn það sem hefði mátt búast frá svona bónusróndi. Mér finnst gaman að sjá hvað margir er að spila með Phantomin. Já, Phantomin er náttúrulega bara, er bara frábær. En er það? Sem defender þá er maður svona almennt algengar að fólk spili Phantomin og sem attacker almennt algengar að fólk spila Vandalinn. Já. Aðalega bara upp á því að þú veist, Vandalinn er ekkert frábær í að stöðva marga. Nei, Koma margir út úr horn, hann spreyjar hægar. En manni langar samt ekkert að vera í long range að reyna að spreyja eitthvað niður með Phantominum. Nei, það er náttúrulega glada. Ef þú ætlar að vera á A-side í Heaven þá vona ég þú ert með Vandalinn að reyna að boppa heads. Algjörlega, það er nefnilega spurning sko, maður þarf svolítið að meta hvernig maður ætlar að spila rándið, Já. hvert ránd fyrir sig, ætlar að vera close eða ætlar að vera Akkurat. far. Ætlar að píka miðuna, verður það með Vandal. Akkurat, og ef þú ætlar að spila close corners þá verður með Phantom. Þetta Þetta
þarna, bara Þið hvað það var akkurat. lengi að registera samt þannig að headshotið, hann virtist vera á honum. Flott skött hjá Sinox hana. Þeir eru pínu bara að líta í hringir, vita ekkert hvar þeir eru. Þeir eru pínu undir og, já. Já, komnir hérna með mid-kontróli, Snapster, fellir revílóð, það er núna bara 2 eftir með Tourette og, er það ekki Slaufan? Því miður Nei, er ekki Slaufan, Robby segi ég. Já, Robby. Drónin. Vita Tourette í vinstra horninu, spurning hvort að, nei, þetta er alltaf ekki að reyna að píka, en þetta bara skjótur í gegnum vegginn, hvort er ná honum. Já. Spurning hvað það gerir. Þeir eru bara að spila svolítið svona default núna, þeir eru búin að skilja 1, 2 eftir A-nu, 2 eftir B-nu og ætla bara að sjá nokkurn hvað þeir koma inn. Erfið staða 30 fyrir Team Tourette. Spurning hvort þeir endaðu bara að halda í þessu rándi. 20 sekúndur eftir, hefur tíma til að henda í B-fake smókana, en gerir það eitthvað? Nei, sýnist ekki, jú, smóka þarna. Sjáðu Bottu þarna. 10 seconds Akkurat. left. Þú vilt vera með vandalinn í heaven, þú ert ekki að fara long range, já. Robin er einum, 1 eftir Heaven, það Nær er plantinu. 3v2. Spurning þeir ætla bara að býða eftir hérna, þetta er gott retake, þeir eru með Breach og Sova fyrir retake sem er bara þægilegust agentandi til að hafa ef þú ætlar að fara í eitthvað svona retake mission. Engin drón stunna hérna generator, hann getur ekki píka lengur, hann hoppa niður, Tourette með þetta angul, Já, nær öðrum, jú. nær hann 3. Crossfire-ið og hann er bara, hvað hann er? Þeir ná þessu Það var rándi. flott. Þeir Ef þú ná- sérð að Astran er stunnuð, að þá kemur Tourette í staðinn, skilja, á jettinum og er að halda þeim að því þeir eru alltaf að hlaupa í Astruna Já. sem er stunnuð, að þá heldur hann þeim, frekar en að fela sig bara og ekkert vera að pæla í liðsfélaganum. Við fáum smá throwback í hann sem var í Heaven að defenda. Sama og við töluðum það Tourette var bak við generatorinn í rándinu þarna í fyrri hafta sem hann faldi sig að býta. Já. Tíminn var alveg eins. Þetta er Aha. sama scenarióið Já, nema spilaðist akkurat þar sem að gæinn píkaði í staðinn fyrir að býða og reyna að stoppa plantið. já, Sama scenarióið. Fyrir að hann spilaði þetta bara akkurat þar sem hættilegur leiðina frekar. Og var í rauninu bara refsa fyrir það. já. Skemmtilegt, sko. Já. Hann er þarna, hvað? Psycho hendir í klassíska kofakampið. Þetta virkar merkilega oft, sérstaklega núna. Því núna vita þeir að það er gott að pussa fyrir info. Já. Því þeir eru ekki með Sentinels. Og þá virkar kofaplay bara helvít vel. Það er bara, þá bara ferða þarna, býður, ykkur er að fara að reyna að pussa fyrir info og þá bara dreifur það. Gjölu. I've got your trail. Ulti kemur hérna út, Tourette og Kó ætla bara að keyra í þetta. Komin upp á generator, Tourette en hleypur beint í Heaven. Beint? Ætla bara að fylgja stönninu. Nær honum ekki. Spike planted. Ég fíla múfið en óheppinn, hann ná ekki þessi killi Já. í Heaven. Ég held að hann hefði verið stönnaður en það er greinilega, hann hefur náð að brjóta áður en hann kom inn. Arrow er að taka skyndilega Nú er hann hérna í Já. gegn. Psycho ennþá hérna á shortinu, Last Tíkar player nær öðrum, komið 4 í þessu rándi og þú veist, Psycho er bara að gera frábæra hluti á reyninu. Það hefur alltaf efasendið að fólk pikka reyna fram yfir eitthvað svona annað pikk sko, en hann er bara að gera mikið, mjög mikið. Staðan 11-6 núna og það lítur mjög illa út fyrir Team Beninjó. Þeir eru á bara Ego framdi, þau eru bara fyrir Sheriffs og lítinn armor kannski eða eitthvað svoleiðis og eru mjög líklega að fara að senda Tourette í bara 12-6 núna. Var Tourette nær fyrsta frækjunni, Beninjó pushar aftur og er aftur refsað fyrir sama pushið. vastaðsleif að komið í svona gambúl að kasta bara sjokkvartinu frekar en þarna Vá, Vennilega dartinu. já, vennilega dartinu. Recon. The Recon bara kastaði dartinu Nei. með info. Nær frækjuna þarna á snapsið. Tourette með frækja á middinni, staða núna í rándinu 5-2. Spurning hvað þeir gera núna, ætla bara að keyra shortið, þeir eru með fraggið, vita því og skiptir engum máli hvað áttir fara, þeir eru með það mikla yfirtölu, bara að keyra og ná einhverju planti. Datamanagerinn nær öðrum og í þessu rándi og hann últar Spike bara. planted. Hvað er hann úr? Gambull!
Þetta er bara gambulega aftur og hann næra damage að brýts. Já. Þetta er Ha? bad manners play. Það sem þetta segir við mig núna er að hann segir mér er alveg sama ykkur akkurat núna. Við erum að fara að rústa ykkur og ég ætla bara að eyða ultíinu mínu. Já, ég Það ætla er eina sem bara... hann segir. Ég er að vona alltaf að það er það sem hann er að hugsa því þetta ultí var, hann er að fara að fá skít fyrir þetta frá liðsfélögunum sínu. Já, hann er að bara hafa eitthvað gaman að þessu. Já, það var bara, þetta var, ég meina, ég fíla það. Ég ætla að hafa gaman að þessum leik, þið hinnir bara sjá ykkur. Ég fíla þetta, hann hittir hann líka. Já. Það er ennþá sturlaðara. Það er mín pæling, bara gambúlið sem virkar. Vá. Fyrir víluðina doggar fyrir liðsfélagin Túreit ætla bara að keyra þetta niður sem lendir samt í sjokkinu, veit af einum. Dassar inn í hann í flassinu. Flassið er að supporta hann. Þvílíkt support frá Psycho. Hendi flassinu hann er flassaður þegar Dassar yfir vegginn. Jet eða Benino spottar í market. Hann er komin í pikkið. Nær hann honum. Nei, fyrir aggressive pikkið. Það gengur ekki í þetta skipti. Þeir eru komnir í rotateið. Þetta er vel spilað. Mjög vel spilað frá Túreit. Þeir eru komnir hérna inn á sætið. Rotateið komið í gegn. En þetta var fake. Það er... Mér fannst samt sko aðna... Vá, hver er þetta frá? Nær hann ekki. Benini og refsar í vílu fyrir að ná honum ekki þarna. Psycho hleypir einum framhjá. Nær seinni. Hílar ekki. Vill kannski eiga það fyrir pussið á sætinu. Ná bara eitt eftir. Þeir gerum þetta einum. Það er svolítið vonlega stað fyrir Psycho. Hann getur líka gert neitt út af veggnum, hoppar yfir. Já. En fellur hérna. Bara ef þeir hefðu haft Sova útlí. Nei. Bara ef, leiðilegt. Oh my god. Já, maður verður aðeins að gefa skít fyrir þetta. Það er bara... Nei, jú, já. Aðeins að hafa gaman að þessu. Af því þeir af hverju er hann að últa með ekkert info, einn gaur eftir. Já. Eftir þú ert unreadable, sko, unreadable. Já, þetta er fyndið, því þú veist, svo aðstæðarvegurinn gerir náttúrulega ekkert gegn þessu últíu, þannig að þetta hefur verið bara þægilegasta últíu til að hafa í þessari stöðu, sko. Vá. Já, svona er þetta. Stundum gjaldar, eða þarf maður að gjalda fyrir cocky playin, sko. Já, ég ætla að vona hans að það hafa gaman að þessu. Núna verður Edvin að vona að þetta verður ekki jafntefli, sko. Það er... Hvað sagði hann þarna? Vonandi skemmtið ykkur á eitthvað fótboltamótur í litlu skítarnir ykkar. Já, vonandi skemmtir um úti í litlu skítarnir. Var þetta ekki Gauti? Jú, þetta er Gauti. Oh my god. Þetta er svo mikið það sem ég vil langar að segja við hann, sko. Þetta er okkur svona, vonandi var þetta gaman. Skítarnir. Nei, við erum alveg á toppmitt. Þetta er... Bara að vera úti núna. Já, það er vel. Nei, bjók, það er ekki næst. Nei, hann er búin að spila frábærlega á þessu móti, en það er mjög skemmtilegt alltaf að gefa spilurum aðeins skít fyrir svona confident play. Það er alltaf gaman þegar maður verður svona cocky, sko, og brennir sér pínu. Það er bara... Það er skemmtilegt. Já, maður lærir það á þessu. Sá Psycho crossið þarna hjá Sveit? Ég mér sýnist það, hann er að bíða. Hann væri með víðara engul vinstra megin ef hann hefði ekki vitað á honum, sko. Hann er mjög grunar að hann er alveg bara 100% meðvitaður. Já. 30 seconds left. Silent. 30 sekundur, ætla að fara í eitthvað mjög leit. Næri ekki pikk við Koaru, bara, vá. Þú sér að það er samt enginn á B. Ég held þeir eru bara að spila þetta á retake. En tíminn er orðið bara þannig. Astran er bara á bínu enn. Vá. Já, nær bara báðum. Astra ein eftir á middinni og þetta ránd eiginlega bara orðið vonlaust núna. Hvar er Astra? Já, hún er á middinni. Hún var bara að bíða eftir ykkur pussi, held að hann ætlaði að fara eitthvað gott flank, en gekk ekki í þetta skipti, execute bara fór ekki alveg nógu vel í gegn. Mjög leiðilt að bíða eftir flanki og svo kemur ekkert flank. Nei, akkurat. Þú sér Edvin er núna neðstur á lítuborðinu með 12 frögg og 14. Þetta er stórhættulegt scenario, af því þú ert í finals leik, þú ert að vinna, komin með alveg svona þægilegt lead. Það vantar 1 round og ég hef séð oftar en bara ég get talið þar sem að fólk fer í svona þægilegan gír og bara lendir í jafntefli og mögulega tapar leiknum. Akkurat. Þannig að þau þurfa bara að grafa djúpt núna og reyna bara að finna 1 round. Bara loka þessu. Já, það er að gera það, sko. Þeir eru að pínu bara að spila saman, segja bara, já, núna klárum við þetta, spilum saman,
Benino trónaður, sjá hann þarna, vil ég ekki hins vegar fylgja því. Flassa hérna, hann ætlar að fara yfir uppdraftið. Já, Nær honum, ok. vel gert, þetta var mikilvægt ránd fyrir honum. Benino kemur hann inn og Já, Delli líka. Þeir eru 3 núna í retake-in og spurning hvort að nei, hann leipur ekki í gegn, hurðin ekki enda brotinn. Óstafan últar bombuna en sýnst hann ekki ná að hitta. Það var eitthvað smá offplant sýndist mér. Koran er einum, það er núna 3-3 í þessu retake-i. Robby fellur hann Óstafana Tourette með Koaru og sýnst þetta alltaf bara að vera að loka rándið í þessari sirpu eða hvað. Tourette með hnífana heldur hérna, Snapster, þetta er svolítið erfið stað fyrir Snapster, nær honum! Hann veit á honum! Nei! Tourette hérna, nær rétt að glitta í pixel hérna í lokin og tekur hann út hérna. Vá, ok, þetta hefði verið svo erfið staða fyrir Tourette þegar hann byrjaði að hlaupa þetta inn og sæti og fara í defið sko, en vel spilað. Psycho hérna, báðið 262. Hvor er MVP-in? Það spurning. Harry Beth, ég veit ekki. Psycho hérna 2013, Tourette 2014, Robby Bouncy 20 kill líka. Já, þarna er Astran sem maður þráir, sko. Sko, balansið á þessum liðum í úrslitunum er bilað. Ósaslefa aftur næstur. Já. Pressan. Örugglega pressa. Ég held það að ég hef alveg séðan að leikmann spila aður og þetta er ekki lélu leikmaður, hann er góður leikmaður sko. Það sérstæðlega þetta er góður leikmaður, það er spurning hvað er þú að gera fyrir liðið í dag og hvað er þess að fara að gera fyrir liðið í dag. Já, þannig að ég held að hann sé náttúrulega kannski sjálfur smá vonsvikinn yfir hvernig þetta er búið að ganga fyrir hann en notar utility sem mjög vel og setur upp mikið fyrir liðið sitt en hérna spurning Ég bara eiginlega hálf fáránlegt hversu vel balansað lið Tourette er. Robby Bouncy þetta með 20 kill í þessu leik. Akkurat. Hvort hann hafi verið 4. eða, þú veist, næst seinasta pickið. Hann var næst seinasta pickið hjá Tourette. Hann er að henda í 20 frögg. Já. Edvin að henda í 25 í fyrsta mappinu. Akkurat. Og Revilo að spila frábært support role báða helmingana. Já. Hann er að skila double digits í báðum. Það var engin veikur hlekkur eða neitt. Nei. Þetta lukkaði bara eins og vel formulated team, fannst mér. Nefnilega, mér fannst ekki, það var engin veikur, það voru kannski 2 sterkir í sikkur liðinu og svo var náttúrulega bara einhver að djóka. Já. Það var bara einhver að leika sér og hafa gaman að því og gera þetta skemmtilegt. Hvern myndið þú setja sem MVP úr leikunum báðum? Má ég bara velja eitthvað sem ég bara dýrka? Þú ert konudagurinn þinn. Þarf það að vera því að hann var með flestu frögg að gera best? Nei, hver fannst að vera besti leikmaðurinn inn á? Hver var að gera mest fyrir liðið sitt? Sko, ég kom með eitthvað bara virkilega þykir vænt Sova, Edvin. Þú veist, hann bara leikur sér að þessu og er að gefa mér svo skemmtilegt sjó, sko. Ég elska góðan leik en ég elska gott sjó. Ég myndi örugglega fallast á að Edvin hafi örugglega verið MVP líka. Þú veist, hann var frábær í fyrsta mappinu. Og var að spila langt umfram það sem var ætlast til af honum. Algjörlega. Og þú veist, með þessi í seinna mappinu var hann kannski ekki alveg jafn, hversu segir maður, hann var ekki alveg jafn obvious og í fyrsta. Nei. En hann var samt að gera það sem hann átti að vera að gera. Var náttúrulega endriðum og var nátt í og svo bara gambulið, skilur. Það er bara, mér fannst það beautiful. Ég held að myndi halda líka eftir þetta fyrsta mapp þá myndi ég örugglega gefa honum að Tourette var líka að spila frábæla. Hann var alveg frábær. Benino líka, það var bara rosa lítið sem gerðist. En svo var Psycho dansandi, sko. Hann lék sér að þessu. Hann bara... Í seinna mappinu? Já, í seinna mappinu. Í seinna mappinu var þetta Team Psycho. Það var flottur á Race. Hann var Race eða ekki, jú. Það var mjög flottu þar en leiðu svo að reyna það var svona stórt stökk bara, hann kann að spila þetta eða nei á Astana góðan dag. Benino var svolítið í fyrsta mappinu með hann Psycho í vasanum. Það sem var að gerast er að Psycho var að fara í confidence pick plays reglulega og Benino var bara refsanum á opinum. Hann fór aggro, Benino drap hann, Hann var að lenda í því rosalega mikið í fyrsta mappinu. En í seinna mappinu þegar hann var á reyninni, hann var bara algjörlega að fara illa með það. Og þú veist, í seinna mappinu var by far Psycho besti gæinn á servernum. Já, algjörlega. En overall í sirpinu hefði ég örugglega gefið Edvin örugglega MVP bara við númer 1 að hann átti aldrei að vera svona góður fyrir það sem var ætlast til að honum. Nei. En þú veist, hann bara stóð sér frábælega og var líka bara mjög skemmtilegt að fylgjast með honum. Já, mjög gaman. Fyndin típa. Ég myndi vilja spila með honum einhvern tímann og sjá þetta.
sjá hvað hann að hugsa, hvað gengur í, bara já, það einn gaur eftir, ég veit ekkert hvað hann ég ætla að últa. Ég ætla að sjá hvað hann ég ætla að finna hann sjálfur. Þetta var svona hide and seek. Hann fann hann. Hann fann hann, það bara, hann frábær í Where's Waldo, hann bara veit nákvæmlega hvað fólk Já. Og þetta var bara mjög skemmtileg serja. Við erum núna með þá sigurverðina Team Tourette, kapteinninn Tourette hérna, tekur þetta og átti bara frábæra leiki. Ég held að hann hafi unnið öll möppin. Held það. Ég nokkuð viss hann hafi verið 2-0, 2-0, 2-0. Vá. Ég það ekki. Selja ekki dýrara en ég keypti það, en ég held það. Það og var líka bara frábæra í öllum leikunum. Þú veist, má búa sig því Tourette með betri spilurunum á landinu, þannig að hann átti þetta bara algjörlega skilið, bara vel spila hjá honum og liðinu hans til hamingju með þetta, meistarar þá á liðstjóramótinu, við erum að tala í kjölfari líklegast á þessu móti mun almenna mótið fara í gang og þetta verður stærsta og besta almenna móti til þessa. Við ætlum að reyna allt sem við getum fyrir þetta mót. Það verður bara, við reynum að fá verðlaunafé, við ætlum að reyna eins og við getum, við lofum engu, en við erum að tala að við ætlum að reyna að fá eins mikið backing fyrir þetta verður. Það verður líklegast aftur bara sama production, það verður casting, það verður... Það samt breyti hvernig þið stigatablan verður ekki eins og það. Takk fyrir! Þetta verður, ég myndi ekki taka þátt, ef ég púlið þetta bull á mig aftur, sorry. Mig grunar að þetta verður alvöru tournamentformat, eða sem ég grunar. Það verra, erfiðara yfirleitt fyrir þá kannski sem eru í nýrri leiknum og læra rank að koma sér almennilega fyrir það. Af því þú veist, þú bara endir í miklu erfiðari leikjum. En á sama tíma eina leiðin fyrir því til að þróast almennilega sem spilari að spila móti betri spilurum, betri liðum og þannig lærir á hvernig þú átt að spila betri. Algjörlega. Og maður þarf svolítið bara að fara í gegnum grindirinn, sko. Við bara stefnum á að þetta verður líklegast, ef ég ekki þetta var ekki mars, við verum að líklegast fyrsta lagi í apríl erum við að hugsa, sko, en það ekki staðfest, þið fá bara allar upplýsingar inn á þá íslenska Valorant samfélaginu á Facebook eða á Discordin okkar, bara endilega allir að koma ykkur inn á Discordin okkar, ef við erum ekki með það þá linkurinn líklegast inn á Facebook, annars bara sendum við hann þangað, því að bara við munum sjá til þess að koma þetta inn og það fólk reglulega hittast þar inn á, við erum með Looking for Group og stórt stelpusamfélag komið að það ótrúlega gaman, það komið bara svona sér rás fyrir stelpur sem við hafa áhuga og vilja spila Valorant með öðrum stelpum. Já, og þetta alveg stór fjöldi. 20 pluss eða eitthvað. Og ég er búin að spila Valorant núna í eitthvað alveg smá tíma, ekkert lengi, en ég er pínu meðvituð sen á Íslandi. Ég vissi ekki að það væri svona marga stelpur. Ég held að það voru 3. Ég líka. Ég held að það voru þú, ég held að það væri Áskvís og Jasmín. Og síðan sá ég listan og þetta voru 20. Þetta var bara 20-30 stelpur þarna og ég var bara, hvaðan komið? Það bara geggjað og við erum alveg on board að, þú veist, ef að það kemur að því, ég væri til í að sjá bara stelpur mynda alvöru stelpulið. Ég er ekki að tjóka, alvöru stelpulið, við erum að tala coach, gera bara alvöru gellu teimi það gæti farið út. Ég er að segja það, við höfum gert það einu, sko, við byggum til stelpulið, nokkra íslenskar, keftum á ensku móti, vorum flengdar, en þú veist, reynslan. En ef maður gerir þetta alvöru, þú veist, það væri hægt að senda okkur út af því að senan fyrir konur svo lítil, að það miklu meiri tækifæri fyrir okkur að henda okkur út og eiga kannski algjörlega, og við erum alveg að gera ráð fyrir því bara mótastjórn og bara rísi sér algjörlega bak við það 100%, þannig að ég vil bara sjá smá svona frumkvæði að stofna eitthvað svona, alvöru batteri og sem vill bara að fólk núna nýti þessa næstu 2 mánuði, koma sér saman í lið. Við ætlum bara að hafa almenna mótið þá líklegast í apríl og byrja að undirbúa mótið. Farið bara grændiði, komið þessi hátt rankaðu getið, finnið eitthvað fólk á svipuðu ranki eða ofar bara það sem þið komist í. Markmiðið að vinna mótið, af því það gæti verið verðlaunafé og alls konar. Algjörlega. Titillinn nummer 1 og 3. Algjörlega. Ég persónulega myndi gera þetta frýtt. Ég myndi bara, þú veist, ég vil bara fá titillinn og monta mig, hringi mömmu. Það var samt eitthvað svo mikið bull, þú veist, við náttúrulega unnum allt íslenskt. Já, er þetta alveg manna besti mótið? Já, með þessari mótin áður. Það var samt, var það allt í rugli. Það var svolítið óheppilegt hvernig þetta lænaðist upp allt. En ég samt skilur eitthvað segir, þú ert á Íslandsmeistari. Það er ég svona, já, nei, ég veit það ekki. En ef þú segir að ég sé það, þá er ég ekkert að fara að vera eitthvað,
Nei, Já. veist, ég kann alveg að meta titilinn. Þetta fór svolítið, bara þannig við adressum það fór svolítið út í gluggan það mót út af, þú veist, við vorum með þetta og síðan átt að vera svona loka útslita Já. dæmi, en það eiginlega fór út í gluggan af því þetta voru síðan ekki sömu lið sem kepptu. Nei, Það var búið að náttúrulega skipta sem 2-3 baggaði leikara í öllum liðunum, þannig að þetta var Akkurat. ekki sama, þannig að það eiginlega bara fauk út í gluggan. Það var ekki Algjörlega. hægt að nota það sem einhvern endapunkt á mótinu, en þú veist, En tæknilega séð þá unnu við mótið og erum Íslandsmeistarar. já, og síðan tæknilega sér unni líka Team Barinho mótið, Já, þú veist, þetta fór eiginlega svolítið út í gluggan. En þannig að við bara hugsaum að næsta mót verði þá fyrsta official alvöru og þetta bara mun þrepast upp frá því móti erum við að gera ráð fyrir. Þetta verði þá bara næsta almenna móti verði bara the shit. Það er bara all in, guns blazing og síðan munum bara reglulega seríur fylgja í því kjölfarið og bara viljum bara fá sér festa til að skrá sig, að flesta sig. Það er svo gaman. Það er svo gaman þegar það er mikið af fólki og þetta gerir svo mikið, þú færð að kynna svo mörgum og færð svo, eins og ég er að finna fyrir, það er náttúrulega addaröllum til að fara í leik með þeim. Já. Að núna í dag, eftir allt þetta, þá fæist þau bara sér innvætt í einhvern leik með einhverju fólki og ég er bara eitthvað halló og ótrúlega gaman. Algjörlega, bara samfélagið og bara að gera. Komið ykkur inn á Discord-serverinn, reyna að adda sem flestum, ef þið þekkið engan, bara hoppið í eitthvað lobby sem er í gangi og bara reyna að kynnast fólki. Sækjum þó þú sést bara eitt solo og þú ert bara settur í lið. Og síðan líka alveg bara spurning sko hvort að það væri bara eitthvað svona listi yfir leikmenn og tökkin þeirra og þú getur bara addað þeim sem þú hefur áhuga að spila með og spurning reyna að hoppa á þeirra leiki sko. Akkurat, það líka náttúrulega á Discord-serverðum og bara finnir eiginlega flesta og getur algjörlega. Alveg bara heiklust, bara að gera. Þú veist, allir, ég persónulega spila með hverjum sem ég er með Smurf-akkánti minn og það líka, þannig ég bara, hvernig sem það er alltaf þetta að senda línu og ég reyna að spila með sem flestum, eins og ég get. En annars þá held ég að þessu broadcasti er bara lokið hér með, ég vildi óska öllum konum aftur til hamingju með konudaginn, strákar, þið viti hvað þið að gera, það er kringlan líklegast opinn, það eru blóm, það eru rósir, það er konfekt og Hagkaup er opið. Hagkaup er opið, það er nammipóki, það er alltaf klassískt. Blóm, það eru blóm í Hagkaup. Algjörlega, en aftur þá vil ég bara þakka frá mótorstjörninu og við viljum alltaf þakka bara kærlega fyrir okkur í dag og Takk fyrir að leiða mér að vera með í fyrsta skipti að lýsa. Þú ert bara gegn og ég bara vona að sjá þig oftar hérna í stúdíónu og já, þá bara takk kærlega fyrir okkur og við bara sjáum seinna.